Góðan daginn, Snorri Björnsson, Friðrik Dór og upplýsingatækni fyrirtækið Origo með ykkur í þætti dagsins. Ég er helferskur, mjög ferskur og vonandi eru þið það líka. Miðað við hvað fólk hataði þetta, þá seldist fyrsta platan bara fínt, segir Friðrik Dór móttökurnar sem hann fékk þegar hann ákvað að gefa út tónlist. Alltaf gott að fá góðan meðbyr og svona hvatningu þegar maður stingur sér í djúpulögin og ákveður að gefa eitthvað út fyrir almenning. Friðrik hóf sinn feril fyrir rúmum 10 árum og hlaut meðal annars giltu ruslatunnuna, vann til fjöldaverðlauna í vondurlagakeppni Exins 977 og svo laumuðust einhverjar morðhótanir þarna inn á milli, en áratug síðar og hann er ennþá einn vinsælasti tónlistarmaður lands og þjóðar. Ég hef endalaust, ég hef botnlausan húmor fyrir Friðriki og svo sem bróður hans Jóni líka. Það er bara einhvern veginn, sko, ef að þeir hlæja fyrir hvern hlátur sem þeir hlæja, þá græt ég tári í hláturskasti. Ég veit ég sjáu það ekki eða mögulega heyra það ekki í þessu podcasti, en ég þurfti að þurrka tárin hressilega. Að því sögðu, þá vil ég segja ykkur frá konsepti sem geti gjörbreytt lífiðinu og það konsept er sparnaður. Í hvert skipti sem þú labbar inn í verslun Krónunnar finnur þú lítið, kringlótt, gult, ódýrt merki sem til þess gert að spara þér aurinn. Með því að elta merkið sem er út allt í verslunum Krónunnar sérðu auðveldlega hvaða vara er ódýrust í hvaða vöruflokki fyrir sig. Hvernig á ég að vita hvaða spagettitegund er ódýrust inn í matvörubúð? Það hlakkar ekki í mér að mæta inn í matvöruverslun eftir vinnu og gera verðsamanburð á spagetti eða ólífum. Enda engin þörf á því. Elta bara ódýrt merkið og þaðan tekur ákvörðun hvort þú vilji gera þessu góðu kaup eða splæsi eitthvað aðeins dýrara svona í tilefni dagsins. Það er líka hægt að elta ódýrt merkingarnar í snjallverslun Krónunnar. Appið fæst í App Store eða Play Store og þar með gerist búðarferðin ekki einfaldari. Nú, þú veist, það er enga kvartanir hérna frá. Þetta verður ekki einfaldara. Þú pikkar í körfuna þína með þumlónum í staðinn fyrir að lappa alla búðina. Þú getur meira þess að skannað vörur heiman frá, bara með myndavélinni í símanum og lesið strikamerki og hent vörum í körfuna þaðan. Þú getur búið til innkaupalista fyrir morgungrautiðinn, kvöldmatinn, brönsin, hundinn, barnið þess vegna og sótt svo pokan í verslun eða fengið sent heim. Annað sem fæst mitt í verslunum Krónunnar eru Sjöstrand kaffihylkin. Sjöstrand vélarnar eru fallegustu hylkjavélarnar á markanum í dag, enda sænsk hönnun. Þú keppir ekki við það. Hylkjavélarnar í heild sinni hafa fengið svolítið slæmt orðspor á sig vegna umhverfissjónarmiða, en þær áhyggjur eru til einskis hjá Sjöstrand því öll hylkin eru úr náttúrulegum efnum sem brotna hratt niður og skilja ekki eftir sig eitt einasta kolefnisspor. Innihaldið skiptir víst líka máli, en hylkin eru full af bæði lífrænu og besta kaffi sem baunabeltið hefur upp á að bjóða. Sjöstrandvélarnar fást á sjöstrand.is í Epal og Hafstór. Gestur þáttarins, eins og áður segir Friðrik Dór Jónsson, taki vel á mótunum og njóti vel. Já, og þakkir til allra sem styðja við stóðkerfi hrygginn á þættinum á patreon.com/snorribjörns. Þvílíkir meistarar. Friðrik Dór, gjörðu svo vel. Ég hef haldið að Man U væri Barcelona á... Nei. Það er Real Madrid. Þú ætlar að mála upp Barcelona sem einhver svona good guys, sem bara svona underdog sem er að berjast fyrir þeir voru sko, ég ætla að segja eftir að Barcelona fór að selja auglýsingar á búningarna sína sem hefur verið þeirra leið til að ná í Qatar money, að þá misti Barcelona svona sinn sjarma sko. En fram að því þá hafði þetta bara verið klúbur fólksins. Þeir seldu sáluna. Einmitt, það þarf ekki nema bara einn kostunaraðila og þá ertu búin að selja sáluna. Það er bara svoleiðis. Ég bara ítt á rek og ég ætla að láta á mig heyrnartóli. Ég veit ekki eins og hvort þú séum að við erum að taka upp. Þú þarft ekki að vera með heyrnartóli nema frekar en þú vilja. Ég held að ég treysti þér alveg til að halda mikrofónum nóg nálægt og þarna er vatnið. Takk fyrir. Þarna er kaffið. Mikið ertu vel undirbúin, búin að leggja vatn á borðið áður en ég mæti. Já, og sko ég er náttúrulega sveigði frá því að vera með þetta í flösku og vildi náttúrulega bara hella í glas, en það er á þessum tímum sem að ég vil bara fólk sé með ósnertar umbúðir. Já. Þetta eru flóknir tímar sem við lifum á. Ertu að lesa innihaldslýsinguna á vatninu? Já. Og hvað? Ég vil ekki neitt purified water sko. Ertu ekki múin að horfa á hann að Zac Efron þáttinn? Nei. Hvað sagði hann þar? Hann var að tala við eina vasssommelierinn í heiminum. Já, byrju, þetta eru þættina þar sem hann fer með þykka gæðan sem er smá svona... Sem er eitthvað svona gúrú. Já, svona smá eins og eitthvað svona þýskur, smá eitthvað svona Schwarzenegger í honum. Ég er bara sé mynda á honum, ég veit ekki alveg hvað máli snýst. Og þeir eru að koma meðal hans inn til Íslands og eitthvað. Ok. Nei, og þá voru að tala að maður ætti alls ekki að drekka sko purified
water og það er lítið eitthvað steinefni og eitthvað og séru hérna er til dæmis chlorides og ég er að láta þið drekka þetta en þetta er fáránlegt sko, ég er að bjóða upp á útlenskt vatn í sem þetta ég ætla ekki að drekka það það er íslensk vatn í kaffinu sem voru að drekka herru, hvernig hefur það COVID, þetta er hérna þetta er náttúrulega leggjast miklu verð á bróðin heldur en þig COVID-ið? Já, eða sko ekki sjúkdómurinn heldur ástandi já. Myndirðu segja það? Já, ég hugsa alveg að gefa út bara svona þátt sem væri bara mínútu þögn bara honum til heiðus Þú ert að vísa þá í öll marathónin sem ekki hafa farið fram Já, og allar æfingarnar sem fóru fram fyrir þessi marathón sem fóru ekki fram Já Eigum að taka þögnina núna? Þú veist, það er ekki gott útvarp Getur maður beðið fólk að spóla bara að vil ekki hlusta á hana sko. Við grunaði svo mikið að þú myndir fara með þetta í þess að ég ætla að cancela þig bara. Ég kann að með það en fólk kannski getur bara pásu í mínúti frekar Já, það algjörlega, það er fallegt Já, einmitt, en hann sem sagt mistir náttúrulega fyrst af Amsterdam marathon Boston fyrir ekki og síðan Reykjavíkur Boston auðvitað svolítið verið kölluð Amsterdam Ameríku Í alvörinu? Ekki svo ég viti Nei, það er svona kannski skeikað með fótur hérna og sagði Amsterdam en ekki Boston en ertu ekki búin að ferðast eitthvað með honum í sumar? Jú, aðeins Og er hann búin að vera bara duglegur að hlaupa? Já, hann bara fer út snemma mótnana Til einskis? Og allt til einskis hleypur líka ekkert eðlilega langt skilur Hvað er það að tala um? Nei, minna, hann var ekki að taka einhver 30 kilometra og eitthvað svona bull í þessum útilegum Ég var ekki Nei, ég er nokkuð sem að reyndar í útilegu sem ég var ekki með honum í að þá hafa hann farið 30 kilometra rúnd það var núna, þú veist, í júlí þú veist, einhvern tímann þegar hann var farið að nálgast byrjun ágúst ég veit ekki hvernig svona undirbúningu virkar vegna þess að ég var ekki í honum en ég er nokkuð vissum að hann hafi tekið sér þarna stund látið konuna sína vera eina með börnin þeirra 3 í útilegu Er það mjög stórt eða? Veist, það er big deal að gera það? Já, það ekki Segðu þú mér? Já, jú, ég myndi segja já okay. Og hann hljóp 30 kílómetra Já Svo bara, heyrðu þetta er off hræfilegt Já, þetta er leiðilegt og líka náttúrulega mikill undirbúningur sem fer í þetta og Já Þú veist, maður það svona svolítið að koma sér í gýrin setja sér markmið og eitthvað svona og bara svona okkarlega, ég er tilbúin til að hlaupa í 3 klukkutíma til þess að ná þessu markmið sem ekkert verður af en hann er að leggja inn í bankan Heldur betur og ef er eitthvað orð sem ég myndi nota til að lýsa honum bróðum mínum Það var það bróðir Það var það bróðir en er það lýsingarorð, ég er ekki viss bróðir Það er lýsingarorð? Já og sagði ég bara eitthvað orð til að lýsa Ég held það sko Já, ok en lýsingarorð væri þrautsegur þvílík þrautsega sem hann hefur margótt sýnt í sínu lífi Já, og sérstaklega þessum tímum Er þetta alveg hellað? Er bara má ekkert gera? Hvernig er til dæmis eins og fyrir tónlistamann þú veist, bara venjulega dagskrá í febrúar, mars, apríl, mæ er bara mikið að gera af tónleikum þó svo sé ekki alltaf eitthvað auglýst eitthvað Friðrik Dóri í Eldborg eða Já, þá ertu náttúrulega bara í þessu þú veist, corporate gigs þú veist, þessi tími sem þú talar um er bara svona ásatíða tími Já, auðvitað Þá ertu bara ertu bara kafi í ásatíða heiminum Já, þannig að það er hellingur af tónleikum þannig séð í gangi sem er ekkert auglýstir fyrir almenningin Já og það var svona þetta var ekki sérstök tímasetningan á fyrri bylgjunni hvað það var þar fyrir mig persónlega svo sem núna venjulega þú veist, ágúst væri það náttúrulega verslunarmannahelgin það var venjulega hefði eitthvað verið að gera verslunarmannahelgi svo er ágúst bara svona eitthvað með skilur við sjáum bara það kemur allt maður Hefur eitthvað að gera það? Ég hef eitt og annað að gera Með það? Já, þú veist, maður náttúrulega er að fara í stúdíó og reyna að taka einhverja tónlist því ég hef ekki gefið út lag bara ég veit ekki síðan hvenær og maður þarf kannski að fara svona að huga því Við hvenær er síðasta útgáfa? Ég gaf reyndar út lag sem heitir 7 sem að
ég man nú ekki eins og hvað það kom út sko. Já, það nú frekar nýlegt. Já, svona sæmilega nýlegt en ég svo tók ég það út af Spotify ætla að skoða það betur áður en ég setja aftur. Þú gerir það? Já. Hvað, bara svona ekki nú svolítið með það? Sko, já, við vorum með 2 útgáfur og eða svona, já, 2 pælingar með það og ég veðjaði á aðra svo eftir á ekki það já, veistu, ég ætla að skoða þetta aftur gæti verið að hinn sé betri. Ok, þannig að þú ert mögulega að taka hann út af því að þið langar að setja lagið aftur inn í öðru formi. Aðeins öðru formi. En þú ert ekki alveg að bakka út úr svo, þú ert ekki að segja bara að fólk tók ekki vel í þetta lag ekki gott. Nei, í raunin ekki og ég var alveg ánægð með margt í laginu sko, en svo og líka, þú veist, auðvitað ítir að undir að það var ekkit eitthvað, flög alls ekki hátt þannig að þá var maður bara heyrðu, þetta hunch geti verið byggt á einhverju hjá þér því að það virðist vera að fleiri séu sammála að þetta lag geti verið betra. En ef maður stundum að henda þessu út og bara eins og með önnur lög að þau verða þá fara í hináttina bara, vá, fólk dyrka þetta og þú varst með bara massi á refasendur þetta. Þetta er, já, algjörlega og já, maður náttúrulega veit aldrei og það er náttúrulega líka sem að því nú ég búin að vera svo mörg ára að vinna með bara svona 1 lag bara setur 1 lag út og þú ert bara, það er bara eins og að fara skilur í staðan fyrir að setja út plötu skilur og svona dreifur aðeins á laginu og áhættinu skilur. Já, svo er eitthvað svona, fólk getur fundið sér sitt lag og þetta allt í einu fer að ná okkur vinsældum. Þú ert bara með 1 lag, bara geð svo vel. Hérna er allt sem ég á, bara take it og live it og bara svo fer það eins og það fer skilur. Það er svona svolítið óþægilegt sko, alltaf þegar þú setur það út sko. En þú ert einmitt búin að vera bara að gefa út singla eftir singla og síðan segir núna, nú er svolítið langt síðan ég gaf eitthvað út, en mér er samt bara þú veist, stutt síðan þú gafst út Dönsum eins og hálfvitar eða þú veist, þess vegna eitthvað svoleiðis, út af því að þetta er svo reglulega útgáfa, meðan að, ég meina, er ekki gamla formi bara gefa eitthvað út, túra, lay low, koma með nýja plötu, bara repeat. Jú. Þú náttúrulega reyndi það líka, eða gerði það? Ég gerði það maður er alltaf búin svo lengi í þessu. Já, hvað, 2010? 2010 fyrsta plan, 2009 fyrsta lagið. Hlið við lið. Einmitt. Ég, heyri það lag inn í enskustofu hjá Hafliða. Já. Tengdó. Já, og þá var einhverja stelpur að spila þetta í, held ég, svona fartölu eða ég held að símanni gátt ekki spila þetta. Nei. Og hann heyrir krakkan að vera að spila þetta. Og þetta er náttúrulega bara, þetta er YouTube mynd bara af andlitin og þér. Og ekkert annað að gerast mjög eitthvað ímá á þeirri mynd flottur strákurinn, flottur skýrtu Jón áttur þessa skýrtu og Hafliði bara, nú býtu, hvernig finnst ykkur þetta lag? Já, finnst ykkur þetta gott? Þetta er hann Friðrik, tengdasonu minn bara svona hækkaði þetta vílíkt í áliti fyrir bekknum en þarna var þetta samt svona var þetta ekki smá umdilt þessi tegund af tónlist heldur betur og þú varst að stíga svolítið inn á óvíðan völl þarna hvað tónlistastöfnu var þar? Já, ég held ég get alveg sett það sko og að að taka þessa músík og syngja á íslensku var eitthvað sem að hafi mögulega verið reynt en hafi aldrei kannski flóið. Hvað svona R&B? Já, hverju voru múin að reyna þetta? Ég veit ekki hverju múin að reyna þetta getur við sagt að þú veist bara Ígor eða eitthvað hafi bara verið að reyna þetta ég bara man ekki eftir að hafa heyrt neitt þannig að Sumar Sigur og fleiri lög ég veit það ekki sko en já, þetta var svona fyrsta sem að kannski náði einhverju almennlegri spilun í útvarpi og þar að leiðandi kannski var það sem sagt umdeilt því ef enginn heyrir það þá er enginn að deila það já, en þetta var svona þú fórst inn á svona þú veist, og ég held að þú talaði sjálfur þetta í einhverju viðtali sem ég sá í sjónvarpinu fyrir löngu, bara þegar þetta lag var að koma út að bara, það er mjög erfitt að púlla þetta á íslensku það er mjög, og það er kannski svona smá óþægilegt að reyna að vera eitthvað nettur og svo alveg á íslenskri tungu meðan að bara svona enskan, þú getur bara sagt hvað sem er og það er bara ótrúlega nett og allt virkar, allt flýgur það er þannig sko, það er íslenskan er fólk, landsmanna eru viðkvæmir fyrir íslensku heldur en ensku sko, skiljanlega því að bara, fólk bara skilur hana betur, skilur og þannig að það var algjörlega það og sko eitt svona ráð sem er bara svona
sem mér fannst alltaf svona til marks hvað þetta var svona einmitt viðkvæmt að vera að gera þetta á íslensku að einhvern tímann sendu við eitthvað demo á Einar Bárðarsson á þessum tíma 2009 og hann bara sendið tilbaka bara kritíkin var bara flott lag og allt það en hann áðurinn í syngana sem sagt í síðan því sem fór í spilun þá byrjaði ég að segja eitthvað og hérna nema hvað að þá var ég með einhverja íslenska setningu og hann bara, hérna ekki syngja þessa setningu sem í byrjunarlæginu að því að þegar lagi byrjar þá heldur maður þessi útlenskt lag að byrja og leyfið fólki að halda lengur að þetta sé útlenskt lag þannig að syngdu bara eitthvað hljóð áður en þú kemur með íslenska textan Wow og við bara, wow, einmitt Þetta er bara eitthvað svona sálfræði innsýn Já, þetta var eitthvað gott þetta var eitthvað hljóma, eitthvað svo viðdrænt Þið gerðu þetta? Og við breytum yfir í óið En hvaða setning var þetta? Ég get ekki munað fyrir mitt litla líf sko. Er það? Það hefur örugglega verið eitthvað mjög svona langdregin eitthvað hlið eða eitthvað, ég veit ekki skilur, það er örugglega líka haft með að gera að þetta ráð hjá honum að setningin kannski var ekki svo sterkast skilur það er eitthvað svona, jú, þetta má missa sín skilur þannig að hérna en það held ég að hafi verið mjög gott ráð að því að það var það sem maður heyrði alltaf á þessum tíma að fólk hélt að væri útlenskt lag að byrja og svo kom íslenska og þá var allir wow, býtu, hvað er að gerast? Einmitt. Og síðan náttúrulega eins og á það er á vélrætplötunni eins og bara guðdómleg Já Þú veist, að þú ert að nota þetta háflega orð guðdómleg í samt svona þessum svona R&B hip-hop stíl það er alveg svona smá trikki Já, algjörlega og sko mér hefur alltaf þótt það sko skemmtilegast við þetta að vera að syngja þessa músíka á íslensku og eitthvað einmitt að reyna samt að sko halda í hvað er maður að segja, ekki alvöru íslensk orð en svona, samt svona, þú veist rótgróin íslensk orð og hérna og reyna að vinna í kringu þau í staðan fyrir að vera bara, þú veist, að segja baby og eitthvað skilur sem að er ekki íslenskt Nei. Það er erlend tunga Einmitt. Þannig að hérna, það er það sem mér hefur þótt svona skemmtilegast við að raða saman einhverjum textum og er að svona reyna samt að halda í að vera að syngja eins og segi rótgrón íslensku og þú veist, síðan hefa komið út lög sem eru bara, þú veist, til í allt og sjómli okkar sem er náttúrulega bara eitthvað bull, skilurðu, en það er samt ekki, sko hvað segja, það er samt íslenska, sko Já, einmitt Þegar dag gerir kvöld, þegar kvöld gerir nótt Einmitt Hvað, er það alltaf eitthvað léleg íslenska? Alls ekki Frábær íslenska Bara til í Reykjavík, til í Nauthólsvík til í, held ég Atlavík heldur því líka? Til í Reykjavík til í Reykjavík Jú, Atlavík Já, ég veit ekki En með, þarna eftir að gefa út svona plötur hvað, allt sem þú áttið ekki, fyrsta? Jú Og síðan vélrætt og nú er ég búin að líka við Friðrik Dór á Facebook ansi lengi og þú situr í kjölfarið einn færslu eftir að þessi plata kemur út bara hérna ég held að segja sko hérna þessi plata fekk góða dóma en hún seldist ekki raskat og hérna er bara download linkur á hana svo þið getið hlusta á hana, mér langar að fólk heyra hana hvað var að gerast þarna? Þú veist, þú ert komið með mikla vinseldir þetta er geggjur plata, og eins og segir, hún fær góða dóma en með svona grunar á hana við dottu á milli skips og bryggju þarna út af því það var bara smá tímarnir voru að breytast hvað, þú veist, þú deilir download link meðan að þú er alltaf linka bara á Spotify eða einhverja veitu þarna þarna er bara eitthvað svona að fólk er ekki alveg að fóra til búið að kaupa fólk er heldur ekki að downloada og hlusta á í iTunesinu sínu spila það eitthvað inn í Já, minna algjörlega og þetta er skilur hérna hvað segja, það sem gerist þannig líka að sko plötusalega var orðin allt öðru sem hún var og það sem gerist líka reglulega á þessu tímabili var bara einhver ein plata sem bara seldist, hún bara seldi það var bara hún sem seldist, skilur hinar plötunar seldist ekki þú veist eins og Múkisson var held í ári áður seldi bara 40 og eitthvað 1000 eintök sem er bara stilla sem er alltaf bara rugglað, skilur
og árið sem ég gaf út þannig 2012, þá held ég Ásgeir Trausti hafa verið með fyrir plötunum sína sem seldist í 30 eitthvað þúsund eitthvað svona, það var alltaf ein plata sem bara allir keiftu, hinar bara þú veist, held að Vélrænn hafi sko, ef hún náði 1000 eindökum, þá voru það örugglega 1000 slétt sko. Á diskum? Á diskum, selt. Okay. Það mjög lélegt sko. Og þið hafa væntanlega prentaði að skrifa tölvört fleiri eða ekki? Jú, ég held að það verið fyrsta upplaga að verið, 3000 eindök eða eitthvað, skilur okay. En svo held ég þessi plata sé ekki til í dag sko. Ég held að við vera að klára lagarinn af henni á jólavertiðinni núna hjá mér og Jóni og seldum hann í Anderinu á geisladisk? Já, og á krikatónleikunum og ok þetta er uppselt hún seldist upp þessi plata það er bara svoleiðis. En af hverju gerist þetta? Ég meina þú varst vinsæll tónlistarmaður á þessum tíma fyrsta plataðin var mjög árangursrík já, hún var það og seldist bara vel þú veist með að við að vera einhver fyrsta plata held ég og með að við að þú veist hún var vinsæl en hún var líka ógeðslega óvinsæl þú veist, það var alveg við verðum átt okkur á því á þessum tíma fekk ég mjög reglulega beiðnir að drepa mig í athugasemdum skilur, bara dreftu þig skilur, þetta var alveg þarna beiðnir, dreftu þig skilur sko, þetta það sem ég var að tala með að þetta væri umdilt og þú sagðir aðan bara hvað, já ég meina er þetta ekki bara umdilt en fólk hlustar á þetta, en ég er að tala þetta umdilt já, ég veit það, þú veist, þetta var alveg þannig að miða við hvað fólk hata þetta líka, skilur þá seldist fyrsta platan bara fínt ég held að hún hafi farið ykkur rúm 3000 sem er bara fínt, skilur, gull er 5000 þannig að við erum einhver starf í bronsinu ef það væri a thing og þannig að og þú veist það var þannig hver var aftur heimspurningin? Sko, þú líka vannst einhver vondulega velun á X-inu bara margar vikur var ég vondulega velun við erum að tala það en það er enda mjög fallið saga því að það var náttúrulega alltaf Máni og Frosti þar geta hann að spila lögin mín í vondulega kenninni sem síðan endar á því ég ringi í þá áður en ég gef út hún er alveg með þetta og bara guys er einhver séns að fá að frumflytja að hún er alveg með þetta í vondulega í húmor bara, þú veist já, mér fannst það bara að fyndi sko. og þeir bara, já sjálfsög og þeim fannst það mjög fyndi sem að verður síðan til þess að þetta er árið 2010 held ég að síðan þá er Máni búin að vera umbóðsmaður minn já, það? Já, þannig að það var mjög falleg uppröðun örlagana og hann er samt þá ekki, þú veist, þú ert ekkert fílar hann þetta eða er hann bara með eitthvað front þarna í útvarpinu að hata þetta eða sko á þessum tíma getur þú borðið undir hann ný lög ég hef oft borðið undir hann ný lög og hann er bara, þú veist hann er ekki með sérsta track record í að dæma lögin mín sko hann fannst hræðileg hugmynd að gera Fröken Reykjavík döðn sem eins og hálfvita fannst honum ekki nóg stert og þetta er eitthvað svona bara öll stærstu lögin bara hei, skulum sleppa þessu þannig að það er ágætt að hafa sjálfstæðan vilja líka sko 7, þetta er mjög gott lag hendur því skell, hann má reynda eiga það hann hafði sína efasemdir það sniðu þetta efast bara allt já, þegar eitthvað klikkar þá ég sagði þér nákvæmlega já, nei, en þannig að já, þetta var mjög umdeilt á sín tíma og en það var samt líka svo fallegt á þessum tíma sko, þess að gaurar þeir vildu ekki fíla þessa músík þá langaði það bara alls ekki en svo þú veist þegar maður var komin rúmlega miðnætti og maður var eitthvað nýr bæja eitthvað þú veist þá voru þeirra þú veist það var allt samt kæristun þeirra einhvern veginn að kenna sko en jú veistu ég held ég sé fann að fíla þig sko eitthvað svona kona mín sko hún alveg sko eitthvað það var alltaf einhvern veginn sett á þær sko en það var mjög krútlegt sko hvað voru litlir í sér yfir þessu en vildu samt segja mér frá því sko það var eins og gjarnan talaði þá var þetta guilty pleasure hjá mörgum já og bara svona svipa og ég sá allan með Justin Bieber sko þú veist það var bara normið að hata þetta sko. Og stelpur einhver, nei, þetta er ógeðslega gott og sama með þeim þegar þetta fyrsta lag kemur út en þú veist, þá mann ég mitt að
svona fólk vissi ekki hvað það stóð, það bara hafði ekki heyrt svona áður það var bara svona tókstreitt að heyrir þetta á hafliði þarna yfir okkur og fílar þetta víst sko ég líka oft hugsa sko á þessum tíma þetta kemur út þá sko Dikta ógeðslega stórt Thank You og eitthvað Hjaltalín massa stórt og þetta allt svona rock, indie allt sem vinsælt bara eitthvað svona rock, indie-ish dæmi sko Já. Og þú veist hljóðfæri náttúrulega og hljóðfæri og eitthvað svona og og síðan kem ég og að gera það sem að fólk eitthvað svona ég ætla að segja fucking, má segja fucking eitt þetta fucking mainstream allir að segja það sko en ég var alltaf þeirri skoðun að ég væri sá sem væri að gera jaðartónlist á Íslandi því ég var einn, hinir voru allir í hóp þannig að það var alltaf það sem ég sagði nei, veistu, ég held að ég sé hinn sanni jaðartónlistamæður hérna á Íslandi á þessum tíma sko En þú ert náttúrulega með sko tölvugerða tónlist sem náttúrulega mjög auðvelt að pirra fólk með þú veist það bara, þú veist ef þú kannt ekki á hljóðfæri þá gerur þú tölvugerða tónlist og var ekki smá autotune í þessu líka á þessum tíma? Jú, þú veist, í hlið eru einhverjar autotune sem að samt það jú, það þannig algjörlega og og svona meira held ég að það sé nota á bakrætinnar og doblin og en að sko jú, en mér samt alltaf þótt ógeðslega fyndið að því enn þann dag í dag er fólk bara hann kann ekkert syngja, þetta bara autotune og eitthvað svona sem bara æðislega skoðun að hafa en þú veist, ég held að þetta fólk viti ekkert skilur almennilega hvað autotune Nei. Þú veist, ef þú hlustar á bara T-Pain og svo mig ég myndi segja að væru stigsmunur, jafnvel 3 stiga munur á þessu tvennu, þar sem hann bara all in að nota autotune geðveikur söngvari, en kýsa að nota autotune sem bara hljóðeffekt, skilur bara eins og rockljónsveit setur overdrive og gítarinn hjá sér, skilur og síðan fyrstu plötunni hjá mér að notkunin svona á allt öðru leveli sko en jú, það smá autotune og mér fannst það bara líka gaman svo svo pirrandi svo gefur út lögin og þá verð ég eitthvað lítill í mér yfir þessi autotune nei, veistu, nú ætlum ég bara að syngja sjálfur bara sanna þig bara eitthvað, nú ætlum ég bara að fara að sanna mig sko og eitthvað svona bull, skilur sem að þurfti ekki að gera þetta er bara hluti af pródúsin á tónlistinni, skilur Já, en þannig ertu líka, hvað, fættur 88 Já 22 ára þessi plata kemur út Já, 22 Þú veist, það mitt sko, ekki segja mér að einhverju bara beiðnir að drepa þig og þess að það hafi ekki haft áhrif á bara næstu útgáfu af tónlist bara 100% ég meina, líka þú heyrir bara munurinn á vélrætn og allt sem átt sko alveg massífur, hann alveg svolítið mikill, þú veist, það eru lög á þetta ennþá raftónlist og eitthvað, skilurðu en það eru lög á vélrætt sem eru bara, þú veist, fyrst það einhverju lög á ensku sem algjör þvæla, sko þú veist, bara hef ekki nein tök á ensku til þess að búa til einhverja merkingar fulla texta, skilur Don't remember your name ekki tala illa það nei, það mun ég aldrei gera en þú veist, en svo eru líka lögarna sem eru bara, þú veist, ég myndi segja að Óla Arnalds hlutin sé svona, það svona ég eitthvað að reyna að sanna mig og gerði góð lög, þú veist, út að heimsenda finnst mér alltaf frábært lag Guðdónleg finnst mér alltaf frábært lag það Ólafur Arnalds? Það Ólafur Arnalds Já, einmitt að eilífu finnst mér skemmtilegt lag Já og hvað fleiri lög og svo hinn hlutin, þú veist, það Stop and Go og það þá Kveikjum nýjan eld Altani á þessu sem lag sem ég hef aldrei alveg vita hvað mér finnst og eitthvað svona Maður ársins, það Stop and Go það var lag sem ég fattaði ekki að væri gott fyrir en ég áttaði mig á því að það væri gott mörgum ál finna Já, en það líka, ekki svolítið svona persónulegt? Jú Þú ert alveg að opna þig þar? Maður opna sig þar, sko Er það partur af ferlinu hjá tónlistamönnum að svona loksins bara eitthvað já, ætla að gefa ykkur einsinn í hvernig þetta raunveruleg Ingo Viðguð með í kvöldi gig núna Já, ég meina, sko
Já, ég held að þú veist, fyrir mér að þá er textagerð alveg klálega eitthvað sem að bara minn þú veist, hvað segja, bara minn raunveruleika skilurðu, og mitt líf og hérna og svo öðrum köflum þá bara þetta eitthvað konst í hug og sem þú kemst á flug og það er ekkert með því að gera skilurðu, en já, þú veist, mér finnst allt í lagi að hérna opna sig og hafa þetta persónulegt á köflum og hérna hef átt lög sem eru ansi persónuleg, þú veist, við bara skál fyrir þér og kjafta gera gett lítið úr þessu núna ég ekki svona gaur, sko, þú veist bara ekki að grína nei síðan að, hvað heit það ég ætla ekki að vera að tala um það núna en þannig að, já bara að tala um einhvern Zac Efron þátt nei, ég alveg sketch í fórsprann hvað er sketch? Þannig að skólastjórin maður stendur á hana þegar maður reyna að vera gett cool fyrir krökkunum það er dregin út ég maður ekki Sigur Jón Kjartan sem að leika einhvern nefnda sem kemur inn til skólastjóras og svo Jón Gnarr skólastjórun og eitthvað hvað sá hann eitthvað dörlilu og svo hvað aldrei sé nei, hvað aldrei sé bara refsa þér eitthvað hvað aldrei sé næsta Hitler ég myndi aldrei gera þetta ógæslega fyndið dæmi sko. Ég held að vera að tala um hérna þegar Jón situr aftast í einhverju skólastofu og það er einhver fyrirlesar í gangi þetta sé mynd Sigurjón og hann svona kalla fram í hei, akkur heldur ekki kjafti hann eitthvað, ha? Já, haldur kjafti og sér kom einhverju svona og draga hann út og hann eitthvað, látið ekki svona ég bara hann að náti krakkana get ég vel ímyndað mér þetta sé eitthvað svona framhald eitthvað tengdi sketsa ógæslega fyndið dæmi sko en já nei, einlægni skiptir mjög miklu máli skál fyrir þér að ánum meira kjafta nei en já, maður ásins það var klálega, ég man alveg ég lá upp í rúmi á íbúðunum minni hérna á Grundastíg Reykjavík og samt þetta lag mjög lýsandi að hafa legið upp í rúmi því að það er svona svolítið eintak í laginu að maður gerir ekki neitt einhvern veginn, hefur mikið tíma, hann gerir ekki neitt og svo er maður nú gera en kemst aldrei að verki, eða ekki? Já það var svona eintak í þessu Já, hvernig er þetta áttur? Nú gera en kemst aldrei að verki gerir fátt græði smá eða öllu sem ég álifi hærra en ég má einmitt Já Hvað varstu að hugsa þarna? Þú veist á hvað stað varstu þarna? Varstu þarna að velta fyrir þig hvort að bara tónlistin væri mögulega framhald fyrir þig? Ég hef oft hérna pælt í því sko hvort að því að sko það er ótrúlega gaman að vera tónlistamæður en það er líka svona pínlíjandi sko þá ef maður er alveg heiðalegur sko nú er reynda nýútkomið podcastið við Ingo þannig að maður skulum bara leyfa honum að opna sig tónlistabransan Já, ég á það reyndar eftir var hann að tala um bara tónlistalífið við hvað tengdur þú hjá honum? Nei, það er náttúrulega bara veist, að þetta er bara svo mikill hvað maður segja þetta er náttúrulega bara þú ert bara í vinnu og þú tekur bara jobbið sem er í boði skilurðu, svolítið þannig að þú veist þetta er ekki allt eitthvað ógeðslega glamorous en samt er alltaf krafan á þú komir og það sem ég tengdi við hjá honum var þegar hann var að tala um það er alltaf krafan á þú komir og spýtir einhverju orku inn í eitthvað þú veist og síðan þú veist bara búin að vera heima eitthvað með krökkunum eitthvað í kósi og horfa á einhverja trolls eða eitthvað skilur og bara drullu kósi og slagur svo það ertu bara neglaður bara heyru, ok, nú er hérna eitthvað lið sem að vill hérna fá gleði sko, þannig að þú eru að
bara algjörlega og maður gerir það og keyrir sig í gang og en það tekur hellingsorku skilur og sömulegis að þá þú veist, kannski heima þú veist að bæði vill maður eyða náttúrulega öllum eins miklu tíma maður getur heima og það svona kannski þú veist lýsa frábær en ég held að muni aldrei neitt fatta alveg að þú þarft samt skilur þú myndir kannski vilja smá stund í að trekkja þig aðeins bara í gang skilur þú veist kannski ekki bara þú veist heyrðu ég veit þú vera bara komin upp á sviðið eftir 20 mínútur en væru til í að setja í uppþáttuvelna þú veist þetta getur maður nýtt þann tíma í að trekja sig í gang en þú veist, veistu hvað ég meina þú veist, þetta svona, þú veist, fólk kannski kveikir ekki alveg á að bara, þú veist, þú þarft að bara komast í einhvern karakter, skilur og náttúrulega líka bara pressa að sko, þú veist, þú ert ekki bara að mæta þú ert ekki stimplað inn og stimplað út og þú veist, þetta í rauninni bara minning fólk sem Friðrik Dór bara byggt á því hvernig hann stendur sig akkurat fyrir fram að þau núna já, algjörlega og þú vilt ekki klúðra í rauninni einu sjói eða performance en kannski svona svolítið mikið undir og einhverja taugar algjörlega og það alltaf taugar alveg saman hvað hvað margir að horfa eða hvað þú ert skilur þannig að og maður vill, því að maður vill mitt standa sig og bara samviskusamur skilur og það bara þannig og það bara stundum með maður bara eitthvað minna upp laður og stundum bara drullu til einmitt, en þá kannski svona hinn hlutin af ferlinu sem bara búa til tónlist já þú veist, það ekki líka, ég get ímynda mér að það sé svolítið trikki út, þú veist, það engin býsti við, það ekki útgáfa fyrirtæki sem segir við þig sett fyrir, þú ætti að skila lagi næsta miðvikudag eða eitthvað, og þú ert bara ok, ég verð að mæta þessu deadline, þetta ekki meira bara svona, maður verður svona að finna sig í einhverjum gír en þú ert með svona lítinn strúktúr í kringum þetta, ég meina, þú veist, það einhvern veginn aldrei býst ég við rétti tíminn til þess að setjast niður með kaffibolla og bara hamra út lagi, þetta einhvern veginn svona mann líður eins og þetta þurfa að koma til manns en maður líka að leggja sig fram algjörlega og veist og ég meina og þá get ég trúið að byrja, ég bara giska en þú veist eins og maður ársins, þú veist að tala bara nóg að gera einhverst aldrei að verki þú veist, það ekki hægt að bera fyrir sig að mér vantaði tíman til þess að skrifa þetta lag eða eitthvað svona, það bara einhvern veginn bara, af hverju þetta lag ekki komið bara 100% sko og líka þú veist að síðan ertu eins og þetta sé allt vonlust síðan ertu í einhverju sóni skilur en svo að því að þú mætir ekkert og bara heyrðu ég verð hér frá 9 til 5 þú ert bara alltaf on call skilur og vininu geta hringt og tjekka á þér með hádegismat og pappi getur hringt og hvort ég get ekki redda á honum með þetta og allt þetta skilur allt í góð með það en þú veist, af því að þegar maður síðan í sóninu þá síðan viltu líka náttúrulega drullu gaman hitta þín inn í hádegismat sko, og þú vilt redda pappa hennu með eitthvað sem hann byggði sko, og allt þetta og það mér finnst það svolítið góð lýsing eins og sagðir að mann vantar kannski svona strúktúr í kringum þetta veist og þetta bara eins og vinnuumhverfið býr til og skólaumhverfið og ég meina bara þú mætir þarna og ferð þarna og þá einhvern veginn svona þegar þú ert búin með þann tíma af deginum þá svona ákvæmlega, þú veist ég mætti allavega og ég fór og ég veit ekki alveg hversu produktífur ég var en þú veist ég mætti allavega og síðan próf þarna þannig að eins gott að ég sé duglegur fram að þessu prófi einhvern veginn og þegar ég er búin með þetta próf þá má ég vera bara rólegur skilur þá kom ég jólafrí eða whatever síðan þegar maður einhvern veginn ráða sjálfum sér og setur ekki svona skýr mörk á allt sem maður er að gera þá kannski svona veit maður aldrei, þá hefur maður ekki bæði mælikvarðan á sko, er ég að standa mig vel er ég að vera duglegur, hefði ég geta gert meira má ég slaka á núna, þú veist á ég að vera svara einhverjum tölvupóstum eða bara, þú veist, hvenær er maður on, hvenær er maður off algjörlega og náttúrulega líka, þú veist, síðan þarf maður náttúrulega bara að vera stundum harðari við sjálfan sig skilur, það bara klálega stærsta málið í þessu sko að maður verður að vera harðari við sjálfan sig og þá ef maður ætlast til þess af öðrum að þeir virði einhver mörk og þú veist, nú er ég bara að vinna sko, þá verður þú náttúrulega fyrst og fremst að gera það sjálfur skilur þannig að það byrjar svolítið þar sko og ég þarf að fara að vinna í þessu maður en þetta samt einmitt og það svolítið svona erfitt að segja eitthvað, nú er ég að vinna og það bara svarið en byrjuðu að segja mér að þú getur þá ekki komið akkurat núna jú ég get það yfirmaður minn sem er ég er að fara að vera pirraður yfir því en þú veist það
Ég get það, jú, vissulega Já. Þannig að það svona, maður þarf að búa kannski til vera strangari við sjálfum sig Algjörlega, klárlega En mér langar aðeins að ræða út að varst að vitni í fóstbræður Steindi talaði að hann sá þig meira sem grínista frekar heldur en tónlistamann á sínum tíma Já. Og hann þá að vitna í 12.0 eða? Ég held það Og hann nefndi líka Synir Jesú Já, ótrúlega þættir Hvað er það? Synir Jesú, það var ég, Fannar Sveins og Grímumbjörn sem var með okkur í Vestló líka Bara með eitthvað svona smá framhald af 12.0 eða? Já, basically og alveg endur nýta suma sketsa úr 12.0 og það það var eitthvað þegar var eitthvað, hvað hétt það? Var eitthvað svona sjónvarp á mbl.is og Já, það hétt bara MBL sjónvarp Já, MBL sjónvarp og við vorum Monitor TV mögulega Já, Monitor TV getur verið og við vorum með einhvern þátt og gerðum einhverja þætti og vorum í skóðu sketsanir en já, við gerðum meðal annars þátt þar sem sketsi þar sem voru nokkru vinir sem ætlaði að hittast í FIFA og hann Fannar ringir eitthvað, heyrðu ég lægi að Dabbi vinur minn komið með og nei maður, það var Odd að tala og þá förum við vítt og sjáum að Dabbi vinur hans Davíð Oddsson og Dabbi, þetta gengur ekki og hann ansans, já en það eftirminnilegt aðalega vegna þess að ég var bara, við fórum inn á skrifstofu til Davíð Oddsson Já, þið fengu hann bara með þetta? Já. Fórum inn á skrifstofu til að tjekka á honum með þetta berið undir hann og ég var búin að ég myndi tala og ég bara kom ekki upp orði ég var svo stressaður að tala við mannin ég gati þetta ekki sko og þannig að Fannar, hann kláraði þetta og ég bara beið og sagði ekki neitt á meðan En þú mættir honum auglítið til auglíts? Já, fórum bara inn á skrifstofu hjá honum á mókanum og bara hann bara var að bíða eftir að ég segði eitthvað og ég bara sagði ekki neitt bara hræðilegt en hann var klár í þetta Ég nefnilega hef farið inn á skrifstofunans líka til að taka mynd á honum fyrir verslunarskólablaðið mitt ótrúlegt hvað maður einhvern veginn kemst upp með margt í gegnum eitthvað svona verslórugl en þá var ég með svona flass sko og svona sendi sem sendir úr myndavélinni yfir í flassið með að það flassi og hann eitthvað svona, byrju hvað er með þannig og ég að stilla upp og já, þetta er svona ljós og flass eitthvað og bara, og hann eitthvað, ok, og ég horfi í flassið eitthvað, nei, ég horfi bara í myndavélina eitthvað, ok, og þessi sendar maður var með allt niður sig á þessum tíma og bara, ég held að batterið hafi verið eitthvað slæmt og þetta var náttúrulega bara ódýrasta sem ég fann eða átti, þannig ég er að taka myndir á honum og það flassar í svona 8. hvert skipti, ég tek mynd, það flassar ekki við þarf að taka 8 myndir til þess að búm, allt í einn kemur flassið, nema hann ákveður að horfa í myndavélina, náttúrulega með þessu augliti, með þessu augnaráði sem að þú hefur séð sjálfur, sem að fristir fólk og horfir í myndavélina og í hver skitt sem ég tek mynd og það flassar ekki, þá horfir hann á mig og segir, flassar ekki og síðan loksins það flassaði, þá er hann alltaf í miðju orði, þannig myndina sem ég náði honum er hann bara eitthvað með lokuð augun að tala sko. Þannig hann var, já, einmitt og þú veist, og ég náttúrulega það var mikið stress það var mjög óþægilegt að hafa hann til að segja mér veist, hann hefði alveg eins getað sagt bara, þú skeist flassar ekki en já, við náðum svo sem fínni mynd á hann en já, Synir Jesú já og 12.0 já, það er líklega það sem að Steindi að vísi í hana og hann náttúrulega fær þig síðan í eitt vinsælasta grínatriði Íslandssögunar það sem þú ert drepinn það sem ég er drepinn og ég er ennþá sem er magnað að fá bara 5, nei ok, ekki 5 ára en 8 ára kannski krakka eitthvað, hei, varst þú ekki dauður? Þú þessu skets já, ok og ég eitthvað, jú þetta var bara grín, eitthvað svona bara grín. En eru þið alveg félagar þarna þessum, hann er úr Mosó já, nei, sko Ásgeir er kannski meira tengingin fyrir því að ég kem þú veist í þennan skets sko já. en bara verið fínir félagar síðan sko já. Og er það ekki á saman tíma bara þú ert að vera vinsæll? Jú, þetta er bara hlið er komið út og einhver lög, jú þetta er 2011 held ég já. Hvernig var svona stemmingin fyrir eins og Steinda þarna? Varst það að fara að taka þátt í ykkur stóru eða var þetta bara eitthvað joke production? Þannig er hann bara að gera náttúrulega fyrstu seríuna fyrir Stöð 2
þannig að hann hafði bara verið, við vorum bara búin að vera félagarnir bara svipuðum slóðum, bara eitthvað MBL og ekstar á einhverjum svona VF TVs að gera grín sko. Já, þeir voru bara í sama pakka. Þannig séð sko. Og var grínið eitthvað sem varst að fara að leggja fyrir þig? Nei, þú veist, mér fyndið að grínast með vinum mínum sko. Já. Þú náttúrulega varst líka með síðan sjónvarpsþátt á Stöð 3. Jú. Og þú veist, þú ert alveg, og þú talar á milli laga og tónleikum og svona, og þú veist, þetta er fyndið. Þetta er skemmtilegt. Já, takk fyrir það. Já, ég er alveg léttur sko. Ég get eitthvað, bara alltaf að ráða lífskátuna á milli sem ég syng lög eitthvað. Nei, en þú veist, það er svona ákveðið svona showmanship í gangi þarna. Já. Sem þú er gaman af. Sem ég er gaman af. Og ég man alltaf mjög að þegar ég fór að fara í Vestló bara, maður var að koma fram í einhverjum hádegislíum og einhverju dóti og strákandi tölu alltaf það var hann komin í trans að því að þá fór ég bara á eitthvað þvílíkt flug sko, og náttúrulega það var einhvern tímann kosningavaka í Vestló, það sem var einhver svakalega löng bið eftir úrslitum og einhverjum ástæðum var ég beðin að koma í pontu og ég talaði í 50 mínútur. Já, meðan þú varst í Vestló? Meðan ég var í Vestló, já. Þannig er ég í öðru ári held ég. Og ég talaði 50 mínútur, bara eitthvað algjör að þvælu, sko. En fólk hló mikið, sko, þannig að það var gaman að því. En já, þeir tölu alltaf að ég færi í svona trans og það er alveg það sem gerist, sko, að þú veist, ég er bara eitthvað að þvæla, sko. Og þó að Jón er miklu meira, sko, einhver natúral entertainer eða svolítið, það er bara kveikt á honum allan daginn sko, meðan ég er ekkert heima eitthvað bara að Lísa segir eitthvað og ég eitthvað breyti í eitthvað orðagrín sko. Nei. eins og Jón gerir sko, þú veist mjög vel. Já. en þú ert þá í Vestló á öðru ári og fenginn til þess að tala þarna, þú veist, varst þá fórlega eitthvað fyrir þér, ég menna það er alveg valdast í eftir aldri í Vestló. Já, það er ekki eitthvað gæi á öðru ári fenginn til þess að tala í 50 mínútur. Nei, náttúrulega er ég búin að vera á fyrsta ári var ég í frekar litlu hlutverki í nefndamótsýningu. Auðvitað. Þú ætla bara að leika og syngja, eða ekki? Að leika og syngja, en söng alveg slatta lögum það ár, var einmitt 16 ára gamall. Það er fyrsta skipti sem ég tilnefndur til eitthvað gull ruslafötunar eða eitthvað á X-inu. Það var fyrir þetta lag í Vestló söngleiknum Welcome to the Jungle, þar sem ég söng lagið Welcome to the Jungle og það þeir höfðu engan húmor fyrir því að það verið að taka það og þýða það yfir íslensku og þannig að ég var tilnefndur til gildur ruslafötunar eða eitthvað svona dæmi sem var mjög gott fyrir sjálfstyrsti á 16 ára úlingi. Þú ertu snemma að fá þykkan skráp. Já, og svo þannig á öðru árinu þá var ég í aðhlutverki í nefndamótinu. Þannig að já, maður var áberandi klálega. Þú veist, það var einhver saga sem ég heyrði í einmitt einhverju svona bara MBL spjall þetta eða eitthvað sem þú veist að tala um að ég man ekki hvernig það fór en þú sóttir eitthvað píanó og varst að spila fyrir utan einhverja stofu. Já, ég var mjög athyglisjúkur sko. Þú veist, ég og bara leiðilegur á margan hátt fyrir kennara og svona en mér fannst bara svo ógeðslega gaman að fá kennara til að missa andlit sko. Það var bara mitt eina markmið og það er bara mitt besta moment í Vestló er bara þegar kennari Hallur sögukennari, manstu þetta rólu? Er hann ekki bara jafn gamall og þú? Já, hann er nú aðeins eldri hann er svona, ég veit ekki 10 árum, 7 árum eldri en ég og hann þurfti að stöðva kennslustund að því hann þurfti að jafna sig eftir eitthvað grín sem ég var með það var eitt frábært moment og þetta með píanóið þá hafði ég eitthvað. Þetta var það eitt frábært moment, ætlar ekki að útskýra það fyrir eitthvað? Ég veit ekki hvað sem vel að þú alveg dagsljósi, það var eitthvað tengt einhverju sögu og sögukennslu og ég var einhvern veginn að leika allt sem hann var að segja frá og hann var greið að reyna að halda andliti og meðan og halda áfram með kennslustundina en það gekk ekki vel sko og svo var Katrín hún kendi mér einhverja röngreinar og hún var alls ekki á mínu bandi
og það er náttúrulega ekkert sem kveiki meir í manni heldur en að einhver kennari sem ekki á mannsbandi sko. Þannig að ég var eitthvað seinni í tíma og ákvaða ég væri nú þegar orðin seinna en ég gæti nú alveg eins farið og náði í píanóið inn í grænasal eða bláasal, heitir ekki bláasal á jarðhæðinni á jarðhæðinni maður og rúllaði því hérna fyrir framann og opnaði svo hurðina og byrjaði að spila eitthvað lag til hennar hvað ég elska hana mikið og náttúrufræði líka og þetta náttúrufræði aðeinslega þannig að það var gott moment líka og þú náður henni eða? Já, ég held ég aðeins ná henni þar óþægilegt að ná henni ekki með þessu og allir bekkurum bara hvað er í gangi já, þeim fannst ég samt fyndin já, þeim fannst ég fyndin ég náði henni alveg hún var alveg á mínu bandi en hún nefndi samt ekki að hún vildi ekki kveikja undir já, allar kennslustundir færu í að bara The Friðrik Dór show sko. Þannig að hérna ég skil hana vel sko. En þú kannt á píanóið ekki? Varst þú látin á píanóið? Jón fór náttúrulega á klassískan gítar, eða ekki? Jú, og ég var bara með fótskimilinn og... Já, geggjaður. Jón er geggjaður á gítar. Hann er ótrúlegur á gítar. Hann er frábær gítarleikari. Og hérna, ég held að það fá ekki nógu mikla athygli, sko. Ég alveg sammála því. Og þetta eins og, ég held ég að hann er með þess að nefna við hann hérna í einhverjum þætti, en hérna í samkomubannu þegar hann var að taka lögin alltaf, bara einn út í bíl með gítarinn. Þetta er rugl. Hann er frábær gítarleikari og það er fyrir mér, sko, hans styrkleiki í tónlist er hvað hann er góður á gítar og að semja melodíur og riff af því að það er oft gítarinn og riffin sem húka þig sko. Annað en kannski versus að hjá mér er það einhverjar laglínur eða jafnvel einhver konsept eða eitthvað sem er í textum en já, ég var settur á píanó hana bara fóreldrum mínum eftir að hafa lokið forskóla það sem maður lærir á blokkflötu já, þú fórst í gegnum þá eldskýrt já, og fór síðan hérna á píanóið og var í 4 ár og náði sem sagt einu stíi á 4 árum sem þykir ansi döpur framistæða á 4 árum? Já og þetta var ekki fyrir mig þetta píanónám og það snerist mikið að nota fremsta liðin til að íta á takkana nota fremsta liðin já, maður á að vera svona einhvern veginn beinn en samt svona kreppa fremsta liðin einhvern veginn þannig að þú mátt ekki vera að spila með flötum fingrum skilur já. Þú voru að vera svona einhvern veginn kreftur eitthvað já, einmitt þetta var krótað í kennslubækurnar mínar bara miljón nota fremsta liðin í svona rauðum trélit og upprópunamerki vel yttuðum rauðum trélit og bara kom svo reglulega í tíma það sem að hún settist niður með mér hún Magnea og ég byrjaði að spila og hún sagði, jæja gangi vel að æfa þig, ég ætla að fara inn á kaffistofu Nei. Jú, þá var maður alveg búin að drulla á sig með að æfa sig heima sko, engar framfarir á millitíma og bara ég er ekki hér til að hlusta á þig æfa þig, skilurðu það er mjög góð leksía sko þannig að hérna hún bara, og ég satt bara hann í klukktíma og svo kom ég í lokin, jæja hvernig gengur? Jú, fremsti liðurinn alltaf að koma það er alltaf að koma og svo sem sagt, mamma og pappi voru ég er mjög þakkláttur fyrir þetta dag, en á þessum tíma var ég mjög pirraður á þeim að þau leiðu mér alls ekki skiptum hljóðfæri þangað til að móðir mín samþykkti það að ég færi nú á hljómborð já, sem er auðvitað sama rock í þetta sama hljóðfæri og hérna þá fór ég að læra hjá mikil góðsögn Karli Möller sem er lést fyrir 2 árum, blessu sem minning hans held ég held að ég sé að fara rétt með þessi 2 ár en hann allavega var nýlátin og hérna, en hann sá það strax ég hef engan áhuga á þessu sko og bara, heyrðu, hérna hvað hefur að gera við þig? Og ég bara, hérna veistu, mér langar að læra trommur það er það sem ég vil hann bara, já, komdu með mér við löpum saman inn á skrifstofu og hann bara, heyrðu komin á trommur spreytti, skráði mig bara í trommur fyrir mig og ég kom bara heim heyrðu, ég bara komin á trommur og þar gekk mér mjög vel sko martröð allra foreldra já, ég held þessi martröð að eiga barn sem kann ekki á trommur já það er ógeðslega gaman að eiga ég var orðin bara lungin sko já, þannig að þú æfðir á trommur í kjölfarið já, æfði á trommur í svona 4 ár vel gert hjá þessum Karli það er sko
fyrir mér þú veist að kenna eitthvað svona, þú veist, sem ekki stærðfræði eða eitthvað sem þú þarf bara að ná því að eitthvað x plus x bara sama sem 2x að hérna þú veist, þannig ertu bara þú verður aðeins að lesa í efnið einn skilur sem þú ert með og hérna, heyrðu, þetta ekki að ganga en þú veist, það þýðir ekki að þú getur ekki við getum ekki leiftir að blómstra á einhvern annan hátt skilur og hérna, og á trommónum gekk mér bara ótrúlega vel og var með frábæran kennara Jón Björgvinsson sem er toppmaður. Og hefur nýtt þetta við, þú veist, en ferðu eins og þegar þú semur tónlist, ertu þá á píanónu eða ertu með gítar? Alveg á gítar, Jón bróður kendi mér gítar og ég alveg á gítar. Bara slærið einhverja nokkra hljóma? Já, þú veist, ég náttúrulega aldrei sami lag sem minni heldur meir en 4 hljóma sko. Heldur að það sé út af hljóðfara kunnáttu? Já. Í alvörinni? Og heldur að Jón ná yfir breiðara svið bara út af því að hann hefur meira vald á hljóðfærinu? Já, sko, ekki hljóðfærkundu, það meira út af kannski tónfræði og hljómfræði kunnáttu. Já, sem náttúrulega það leiðilegasta við allt hljóðfæranám. Og það var líka afsökun, sko, sem ég gat notað þegar ég var komin yfir á trommurnar, að þú veist, það ekki að kunna hljómfræði. Sagði það alltaf með mamma og pappa, sko. Þannig að ég nefndi ekki að mæti í það og eitthvað svona, var bara að æfa með á trommur, skilur. Já. Þú veist bara að halda takt? Bara að halda takti, sko, það var bara svoleiðis. Og hérna, en síðan það nú þannig að maður setur einhvern grunn og svo kom einhverju snillingar í hljómfræði. Gera einhverja skemmtilega hljóma. Þannig að allt í einu eru komin miklu fleiri hljómar heldur en þú samtir upprunalega. Já, ég meina, þú veist, það var lítils virði fyrir þig að reyna eitthvað að ná Ólafi Arnalds á píanóið. Það okkur ekki bara partnera upp með honum og vera með honum í þessu. Já. Hvernig kemur það til að þið byrja að vinna saman? Það kemur til út af Mána svolítið. Máni þekkti Óla og þekkir enn og kom okkur saman og hérna gerðum remix í rauninni af Leiðalok. Já. Þannig að útvarpsútgáfan af Leiðalok eða Leiðalokum, ef við beigjum rétt, að það er rauninni remix frá Óla og en sagt, útgáfan sem á plötunni allt sem átt, hún nú reynda svo eina sem inn á Spotify, ég þarf að setja þessa radio version inn og hérna já, þar byrjaði það og í framhaldinu fórum við svo að gera fleiri lög sem enduðu svo á vélarætt. Þú hefur alveg gert lög með mjög mikið af mismunandi tónlistamönnum eins og, eða þú veist, sko, þú náttúrulega eins og vorum að tala Sjómli á hann ég var ekki að hugsa Eitt og Sveppa þegar ég sagði mörgum mismunandi tónlistamönnum en bara það, til dæmis, og það lag fyrir á toppin og vinsaldalista FM sem alveg magnað lengi vel var Sjómli eina lagið sem hafi náð efsta sæti á einhverjum lista af mínum lögum svo staðarind fór lengi mjög í töðunar á mér. Er það ekki? Jú, af því að ég mann þegar ég fekk þetta lag frá Pálma sko og Áskeri og Sæþóri að við vorum bara wow, þú veist, þetta er hræðilegt þú veist en ok, þú veist, þetta er bara fyrir einhvern Eitt og Sveppa þátt skilur bara áfram gakk og svo bara einhvern veginn endaði það að vera eitthvað vinsælt sko og enn þann dag í dag alveg fyndið að taka stundum sko. Já, ég meina þeir tóku þetta á þjóðhátíð fyrir einhverjum árum fyrir framan bara 20.000 manns sem voru bara að missa sig. Já, það var náttúrulega ógeðslega fyndið að þú veist, fyrir hörpu tónleikana þá voru eitthvað að fara yfir katalógin ég og Ari Bræ og þú veist það var ekki stemming fyrir að taka Sjómli sko en Ari Bræ var svo á þjóðhátíð þegar við tókum Sjómla upplifiði galsan sko og bara, herru, við verðum að taka Sjómli á næstu tónleikum. Þetta var vel tekið það í Eldborg? Nei, sko þetta er rauninni eftir Eldborg sem að hann sér galsan. Þetta er kórinn? Og við tökum því í kriganum, já, það er eitthvað inn á að fylla kórinn, það er 20.000 manns. Já, ég veit ekki hvað munur á þessu, ég hef ekki spilað inn í þessu fótbolta en þetta byrjar alltaf ká fyrir mér. Já, þannig að já, þá tók ég krigan og við tókum reynda geggja medley af samsuðu af Sjómla sem að breytist svo yfir í Geðveikt Hvítgaur og Steindi mætti og svo fórum við beintir til í allt og það er einmitt þetta, þú veist, það er þú veist, hann er svolítið fyndið, sko byrjaði ekki líka Sjómli eitthvað þannig að, þú veist, já, Frikki Dóri gesturinn okkar eitthvað og hann ætlar að gera lag á 2 klukkutímum það er bara vinsalasta lagið og Eitt og Svepp að syngja með. Já,
algjört rugl sko og veist, með einhver texta frá Sveppa langar að hengja mig og flösku full af landa ég vil ekki stranda veist, algjört bull og drast þú búin að vera eitthvað djöfullertu guðdómleg þetta, já og það eins og það líka sko það sem samt fallegt við margt að þessu eins og í þætti stuttu áður þá hefði sko Erpur verið í heimsókn hjá þeim í Auðvitað og Sveppa og Sveppi var bara drullið mig í þessum þætti bara, hvernig nennir þú að vera að gera einhverja músík með eins og Friðriki Dór þú veist, hvaða ruggleif það kenni mér ekki þú veist, þú var að herma eftir mér og eitthvað svona skilur var bara raunið mig og svo ringjaði við vorum eitthvað hefur ekki bara gerað þátt ég bara, jú, klár þú veist, þetta eins og með vondulega kemurina skilur það svo gaman að veist, og ég held líka að það sé bara svona styrkleiki sem að fólk endar á að fíla þú veist, þegar þú bara mér drull skilur þú veist varst í alvörinu með Auðvitað og Sveppa á móti þér? Já, þeir voru en reyndar náði ég, Auðvitað hefur sagt mér ég hafi náð honum með til í allt, 1 okay. Fram að því var hann ekki að kaupa caps einmitt en þeir, já þannig þú mætir í rauninni bara sem smá uppreisnarsækur bara hérna ég, bara drullið hvað ætlaði að gera við mig? Já og þið gefið út lag saman ok, alltaf, það fer í fyrsta sæti já. En þannig eins og Sveppi var að tala þú veist, þú ert búin að gera lag með Erpi þú ert búin að gera lag með Herra Hnetusmjör þú ert búin að gera lag með Steinda þarna það er smá svona grín íva við þessu líka algjörlega og þú veist, og er það ekki líka smá bara partur á þinni ímynd, ég menna, þú veist, þú fer inn í þarna sjómli og þú veist, þetta er allt geðið catchy en þetta er líka fyndið já. Síðan geðið fýtt gaur, þú veist já, svo sem kannski engin, þú raunilega bara hendir einhverjum nokkrum línum hann en þú veist, þú ert alveg svona algjörlega og ég held að það sé eins og aftur bara það sé bara eitthvað sem fólk hefur gaman að bara að maður hafi hérna húmor fyrir sjálfum sér sko og ég vil líka alltaf, þú veist ég held að sé ekki eitthvað svona brjálaðislega erfitt að lesa það á milli línuna ég hef gaman að eins og Justin Timberlake og eitthvað, þú veist, hann hefur oft gert eitthvað svona kjaftaði með, hvað er ekki Saturday Night Live jú, einmitt og einhverjum svona þannig að, þú veist, mér finnst þetta bara einmitt ég er ekki heilagur og tónlist er ekki heilagur og mér bara fyndi að gera eitthvað skemmtilegt sko. En sástu þá fyrir þér eins og vorum aðeins að ræða hann áðan hérna, þú veist sástu fyrir þér bara 50 Friðrik Dór bara ennþá að semja, gera tónlist og grín ég hef sagt það í einhverjum viðtölum sko að, þú veist að gömlum viðtölum að þá sá ég bara alls ekkert fyrir mér að ég man bara þegar ég og að ég byrja svolítið með Erp sem svona einhvers konar ég er svolítið fastur við hann svona smá að vissu leyti, að það er að segja við vorum mikið seldir saman að skemmta hér og þar, þannig að við vorum að rúndum alla trissur, bara 2 félagarnir í alvörunni? Já, gallið maður bara að keyra á Erpur var bara í framsætinu og við vorum að fara yfir þetta og þarna er árið 2010, 2011 eitthvað svona og Erpur á þessum tíma held ég að sé 30 og ég man bara, ég hugsaði bara hvaða rugl er þetta, hann sé ennþá að þvælast hérna landið 30 ég ætlaði að vera komin í eitthvað allt annað þá sko. Það er bara með forvörn þarna í framsætinu já, en svo einhvern veginn líður og býður og maður er bara hér ennþá orðin 32 núna eftir nokkra mánuði. En byrju þetta, ég vissi ekki að þú væri svona náið með Erpið þarna, þið gáðu út 1 lag eða eitthvað? Við gáum út 2 lög, við gáum út á sama stað. Já. Og það er á sem sagt fyrstu plötunni minni og svo gáum við út Kerum þetta í gang. Já, auðvitað, Kerum þetta í gang. Henrik Býring. Já, nákvæmlega. Og þú veist, þarna var bara tíðarandinn bara, þú veist, já ok, pörum einhvern með Erp, það er bara Friðrik. Já, meina, ég var náttúrulega rapparinn Friðrik Dór í svona 3 ár já. Og maður var bara, heyrðu, ég er ekki rappari sko. Skilur, fólk kallaði mig bara rapparinn Friðrik Dór já. Eða rapparinn Friðrik Dóri einmitt, Friðrik Halldór já, held að ég væri með einhver styttingu í gangi en það náttúrulega bara sýnir hvað varst að stíða inn á nýjan vettvang að fólk svona bara hreinlega skildi ekki alveg nákvæmlega hvað það var já, veist, í alvöru já. Og hérna þannig að veist, og sömulegis í rappinu að Erpur var þarna var Erpur eiginlega eini sem var svona
yfir yfirborðinu, skilur við, rappi var svolítið bara svona underground ennþá þarna, Gauti kemur svo 2011 hann með bara ég heitir planið ekki ég held það og á þeirri plötu ég með lag með honum Okkar leið heitir það og ég held að ég sé ekki að taka neitt kredit af lögunum að Skauta sem hafa komið út áður ég held að Okkar leið sé svona, á þeim tíma sé það fyrsti singullina sem að virkilega flýgur eitthvað í útvarpi hitt hafði verið miklu meira bara svona internet rappa samfélag að fíla Gauta skilur já. En Erpur var á þessum tíma held örugglega einhverju rapp sérfræðingar sem eru eitthvað ósammála þessu en á þessum tíma upplýði ég það þannig að Erpur væri og þessu nú voru við bara sett saman ég var einn í mínu, hann var bara svona einn í sínu báðir vinsælir setjum við bara saman Ég hefði viljað heyra þessa samræður sem fór ykkur á milli þarna geggjaða samræður, djöfull Erpur því að lengi vel þá var Erpur bara svona eini gaurinn í einhverjum svona þessum bransa sem ég upplýði bara sem smá vin minn skilur við vorum bara að keyra hinga og hanga félagarnir og bara Selfoss, Akureyri Grundafjörð og bara whatever skilur og var hann eitthvað að leggja það línunar? Já og við vorum alveg við fórum alveg á einhverja dýft með þetta og bara geggjaður og gaman að rökra við hann við erum ekki kannski á sömu línu endilega svona með lífið allstaðar nema bara gaman að hafa gaman og geggjaður drullu bara flottur ángríns, geggjaður gæi Erpur hann er lúmst fróður ja, bara hann er mjög, klár, mjög fróður, mjög klár ógeðslega er hann fyndinn skilurðu og bara, já mér þykir mjög vænt hann og líka fyndið að hann síðan gerast það sama með herra Netusmjör og Erpur já, Erpur náttúrulega alltaf með nýjan lærling passa það já, passa það já, alltaf með nýjan nýtt svona eitthvað sviðstýr með sér svona, sem er til að eitthvað svona bitch, viltu dög eitthvað komi vera í hæpinu líka Það mamma engar áhugjur að þér eitthvað ertu að fara þarna Selfoss með honum Erpi Nei, ég held ekki ég held að ég hef aldrei gefið foreldrum mínum einhverjar agalega ástæður til að hafa miklar áhyggjur af mér Nei þau hafa oft sýnt mér traust og ég held ég hafa alltaf staðið undir Og líka bara tónlistin, þau bara, já, flott, go for it Já, algjörlega, auðvitað mamma samt svaf ekki drólega fyrir en ég var búinn með þessa viðskiptafræðigráðu Já, það 2016 Já 2016? Já Klárar viðskiptafræðin þá? Já Og byrjar í henni 2012? 13? Já, 2012 held ég eitthvað Já, ok, það er nú ekkert svo sent Nei, ég tók alveg heilu annirna bara sem ég var ekkert sem ég skráði mig bara út og svo aftur inn og ég var bara að gera þetta svona eitthvað on the side Ok, þannig það var bara fyrir 4 mánuð sem hún byrjaði að sofa rólega Já þá var yngsta barnið komið með ásættanlega menntun Já, einmitt Og þú komin með barn líka? Komin með barn, já Ég átti eignaðist ástildi 2013 Þurfti þá tónlistamanna lífið að breytast aðeins eða? Það lítur nú að komast flotta umgjörði kringum barningnir, eða ekki? Klárlega Ég meina, ég held ég hef aldrei tekið podcast snemma Nei Og núna? Er það málið það? Já, klukkan er núna 07:15 fyrir fólk sem er að hlusta Akkur vildur byrja klukkan 5? Nei, þetta var 9:30 Þetta er ekki eitthvað svo snemt Nei, ég ætlaði að spyrja, er þetta snemt? Ég sagði í SMS-inu, ég var til að byrja snemma kannski milli 9 og 10 Já. Varstu, já, ok, já, það er snemt Eða varstu, já, hann var ekki Þú veist, það er ekkert snemt með að við daginn þannig séð, en það er snemt með að við ef einhver segir, herru, já, ok, ég er til hvenær viltu gera þetta? Þá myndi ég aldrei segja klukkan 9 Nei Þannig að þetta var snemt að því leitin til og ég eitthvað svona já, nei, bara aðeinslegt Æðislegt, og bara gott að vakna og fá sér kaffibolla og koma hinga og spjalla eins Er til betri byrjun á degi heldur en að bara vakna í róleitunum Ég vaknaði núna í morgun vaknaði ég 20 mínútur í 7 6:40 eða þá reis ég úr rekju ég var nú farin að rumska fyrir því að yngri dóttir mín
Úlfhildur var vöknuð og farin að orga. Tókstu síman bara skrollið frá 6 til 6:40 og fórst síðan fram úr? Nei, ég reyndi að halda augunum lokuðum og var að vonast til að hún myndi hætta og mögulega sofna aftur. Okay. Og svo þegar ég síðan ákvaði að þetta ekki fara að gerast, þá vissulega kíkti ég á síman bara til að vita hvað klukkan væri. Já. Þá var hún 6:40 og sagði, jæja Friðrik, það er kominn dagur. Og fór fram og náði í hana. Nei, og þá fór ég fram, Ásthildur reyndar vaknaði með okkur sem hún gerir ekkert alltaf. Ég fór, gerði mér eitt geggjaðan kaffi, ég geggjaður að gera kaffi, sko. Ok. Hefði mig átt að taka þetta upp heima og ég átt að bjóða upp kaffi heima mér. Þú bara tekur Nespresso-hulkið, lætur það í? Nei, ég er bara með espresso-vél og svo freyði ég mér mjólk og gerir bara cappuccino, bara góðan cappuccino heima bara. Svo, þú veist, bara gaf ég stelpunum morgunmat, þú veist, við gátum að spjalla meira þess að leiði ég Ásthildi að horfa aðeins á sjónvarpið í morgun. Já. Þó það væri skóli. Við vöknum bara svo snemma, ég hugsaði, ég er alltaf leið hún horfi. Föstudag líka? Já, hún horfði í 20 mínútur í morgun. Ok. Þannig að við erum með það á tæri. Okay. Og svo bara skuttlaði ég Ásthildi í skólan. Þá fór ég heim, tók á móti iðnaðarmönnum. Svo kom ég hinga. Og hér er ég að tala við þig. Þannig að já, það er hellingsstrúktúr sem fylgir því að eignast barn. Já, ég meina bara það að þú sefur ekki til hádegis. Já, ég meina, og það er bara, ég var á leiðinni í bara eitthvað svona sem að bara líf sem að þegar ég hugsa það þegar ég var bjóð hana miðbænum í Reykjavík vaknaði hádegi, spilaði FIFA og eitthvað tölvuleiki bara eitthvað fór svo kannski út, fekk mér að borða einhverstar í miðbænum og svo var eitthvað gigg á 50 og föstum og lögutum eitthvað annars gerði ég ekki neitt og þú veist ég hugsa tilbaka og ég hef með þess að nýlega þá að þau fluttum í nýtt hús og við fórum aðeins að fara í gegnum myndir og eitthvað og svona gamlar myndir þá skil ég maður ársins textan sko ég bara þér líður ekkert vel á þessar mynd skiljur það er þungt í kallinu að það sko og varstu mögulega bara búin að gleyma þig bara svona nýtt líf tekið við að þú bara tengdir ekkert við textan lengur sko ég tengdi alltaf við textan svona tónlistina varðaði þú veist hvað það sem þið tengið við tónlistina er að það er svo mikill munur þú veist þú getur verið eina stundina bara í einhverju bara íbúð það sem eru bara kannski 20 manns þú helst þetta væri miklu stærri veisla þú helst mögulega er þetta hljóðkerfi en það er ekki og einhvern veginn þú þarft að syngja ógeðslega hátt til að yfirgnæfa að því að þó þessi 20 séu fáir að þá hafa þau kannski ekki endil áhuga að hlusta á þig þannig að þau eru bara að spjalla saman og þú ert svona að reyna einhvern veginn samt að fyrir hina sem að vilja hlusta á þig að þau heyri nú pottit í þér þarna getur þú verið og svo getur þú verið með tónleikana bara í hörpu eða í kriganum og þá er allir mætti til að hlusta á þig og það er æðislegt og þú ert bara með eitthvað connection við fólkið og eitthvað þannig að því leitinu mun ég alltaf tengja við maður ársins að sumardaga er ég maður ársins ok, geggjað en aðra ekki jafn mikið Nei. en hvað var það svona mitt líf bara sem bara svona á einhverju persónlegu leveli og eitthvað, þá já var ég kannski búin að svona smá gleyma að einu sinni bara var ég bara pínu þungur yfir öllu sko. Já, og er maður ekki líka þarna bara, þú veist, með svona kannski tókstreitu að bara vera í námi eða eitthvað, fattar, eins og þú tala maður bara vakna og vera ekki að gera neitt og maður bara svona, af hverju er ég ekki í námi? 100%. En líka síðan er að tóka í því bara, herðu, en ég mæti samt á tónleika og fólk bara dyrkar að sjá mig eitthvað, ég er að gera eitthvað rétt, en líður samt ekki þannig. Það er, og það er alltaf tókstreitan, skilur, að muna, ok, jú, nei, þú ert samt alveg að gera eitthvað, sko, þú hefur í því og á og þú hefur sért fyrir fjölskyldinni og þú gerir eitthvað rétt sko, þó að síðan einhverja dag þú sért bara heima að horfa á klukkuna bara, hvenær get ég sótt hana Ásthildi mína í skólan skilur, þannig að það er alltaf tókstreitt, þannig að mann líður oft eins og maður gæti verið að gera eitthvað miklu meira. Þú ætlaði náttúrulega að fara í nám 2019 eða ekki? Jú, ég ætlaði að fara í innan úr sönnun. Ég held smá að það var eitthvað djók.
Nei, það var ekki djók. Ég bara held svona, sko, mögulega var eitthvað svona steggjun eða eitthvað, mér fannst þetta bara svo random, en þú ert alveg bara innanhús arkitekt en þú síðast. Já, ég mjög gaman að þessu, sko. Núna langar mig alltaf að segja frá okkur sem ég er bara svona rétt að pæli. Langar að þjóðin viti að ég er að pæli að það gæti verið gaman að fara í húsgagnasmíði. Já, Möblusmíð. Ég held að heiti það dönsku. Er möbla, þú veist, danska? Oui, no, yeah. We see, yeah. Nei, já, ég var alveg, og við vorum bara búin að ákveða þetta og að við myndum flytja hana með Ásthildi og hún myndi bara, að væri bara frábær tími fyrir hana, að ég hef no joke kynnt með það að í svona kringum 6 ára þá eru börn mjög vel í stakk búin til að læra nýtt tungumál og eitthvað svona og ég var bara, sá þetta fyrir mér sem bara svona einhverja draumaveröld að við færum hann út og ég myndi vera hann í námi sem að væri aðalega bara þegar einmitt ég gaman að ég áhuga á þessu en ekkit eitthvað því að ég ætlaði svo að verða eitthvað heimsfrægur innanús hönnuðu skilur bara læra eitthvað og flytja til útlanda. Já, bara geggju breyting á lífinu í rauninni tengslu við það bara fara til nám. Og það var svona sjarmin í þessu en svo bara þegar öllu var á botnin kvöld að þá var hann bara þannig að allir þurfa að vera sammála svona reisa ákvörðun og það var ekki alveg þannig að ég kaus að halda fjölskyldinu frekar en að flytja einn til Ítalíu. Dodge the bullet líka þar hann fór illa með þá og þau. En þannig að það er einhver svona nú ert að leitast eftir einhverju í tengslu, fórst ekki líka í arkitektúr eftir Öslu? Já, ég fór í tæknitegnun sem undirbúning fyrir arkitektúr. Já, ok, það er eitthvað svona skref sem fólk tekur áður. Já, að því að ég náttúrulega var bara búin að vera í Vestló að læra bara eitthvað hagfræði og þú veist, eitthvað svona kjaftaði og það eitthvað svona kjaftaði og hljómaði ekkert eitthvað frábærlega öruglega í eyrum einhvers sem er að lesa yfir umsóknir í listaháskólann. Þannig að já, svo fann ég mér þessa möppuna sem ég gerði þegar ég sótti í listaháskólann. Þar í þeirri möppu er jólakortið sem ég sendi Lísu það sem stendur þessi lill texti hei, gætum við staðið hlið gætum við farið það var nú ekki artworki skilur en það var það sem stóð inn í svo framan á var ég búin að gera eitthvað svona stúseri áður en að lagið kemur út Já, þaðan kemur það sko en það er allt byggt á raunheimum á Lísunni maður hvar væri án Lísunar það er erfitt að segja Ítalíu en þá þunglindinu en vissulega komin til Ítalíu einhvern veginn til að geta borðað meira af kolvetnum hlaðið á mig. Þú elskar kolvetnum? Ég held að það sé eina fíknihegðunni sín í lífinu að það er í kolvetni sko. En er það ekki líka svona bara, þú varst með þáttu skyndibitastæði? Já, ég elska skyndibita. Ég hef svo gaman að því þú veist, ég elska það að einhver sé til í að taka eitthvað sem er bara eitthvað basic og reyna bara allt sitt besta til að bara breyta því í eitthvað bara eitthvað frábært, skilur og dressa, ég er að tala skyndibita Já, en eru að tala bara hráefni og breyta því mat eða koncept og breyta því já, okay. Þú veist, bara eins og ég veit það ekki, bara ég er aðeins byrjar að horfa hana á barbecue kóngin hana Já Hann er alltaf að gera ykkur rips og eitthvað svona dæmi Já Þú veist, hvað er það frábært, hvað hann nennir að eyða tíma í og degra við þessi rips verja tíma nákvæmlega hárrétt hjá þér og til að þau verði bara frábær í staðan fyrir að kaupa eitthvað semibull einhverstaðar út í búð beint úr einhverjum kæli og hendi á grillið og bara þetta verður ágætt Þetta er svona samanpælingu með kaffið Já. Það nostra við það en sko þú ert að tala barbecue kongin og bara dyrka hvað hann er að gera þetta einhvern veginn allt frá grunni þannig að þú dyrka skyndibita líka Já, af því að það er sko skyndibiti getur verið þú veist, þú getur farið út í bara sjoppu
það sem einhver bara hendir einhverjum hambúrgar á grillið og setur bara ógeðslega mikið af hambúrgarsósu og við verðum bara að virða það og við virðum það, skilur við, absolutt en áhugin hjá mér er meira á þeim sem síðan taka þetta hvort sem það er hambúrgar eða eitthvað annað og breyta í eitthvað meira, þú veist, vinna þetta frá grunni setja svolítið hjarta og sál í það, sko. Já, og kannski, þú veist, til samanburðar við þennan shoppaborgara, þú veist, Yuzu, allt í einu eitthvað svona Asian fusion hambúrgari og kimchi, mayo Já, og allt í einu fóru bara allir helstu veitingastæðir og stjörnukokkar þessa lands að bjóða upp á hambúrgara, skilur þú veist, sem að var bara, þú veist, grillmarkasburgarinn geggjaður rugglaður það rosalega, hann ennþá í boði? Ég veit það ekki en, ég held að hann var eitthvað svona bara í boði í hádeginu og hann var sturt hann var að hafa bara eitthvað rugl, skilur við besta borgar á landinu? Ógeðslega góður í svona þeim flokki myndi ég setja hann já, ég mjóna með að þú ætlar að byrja að flokka hambúrgaran já. Hvað bara, þú veist, eins og núna í hádeginu föstudagur þú þurftir að velja hambúrgara ég ætla að setja þetta og þetta ekki sögum kunningsskapar en þá, ég myndi setja þetta á Hagavagnin Já, það, ég algjörlega frábær hambúrgari sem ég fekk þar Hvað þá, bara venjulegur ostburgari? Já með það er einhverja nokkra típur en ég held ég hafi bara valið mest basic típuna Já hann var virkilega góður En þau eru í einhver svona held ég geti sagt að þau séu einhver svona smashburger pælingum Já En þú tekur hambúrgara fram með pítsu eða? Nei, það ger ég ekki það ger ég ekki Ekki segja þetta? Nei og í þeim efnum þá finnst mér Flatey algjörlega frábær Já Svo finnst mér ég sjálfur líka frábær Þið eru náttúrulega með þess að opna Við erum með að opna og svo þeir eru svona flakkjum milli fjölskyldumeðlima Þessar opnar? Já við eigum 3 svona en þetta eru 4 heimili okay. Nei, þetta eru 5 heimili að því að við erum 4 systkini og svo eru mamma og pappi þau búa ennþá ekki heima hjá neinu okkar Nei, þannig að þetta eru 5 heimili Já. og 3 opnar þannig að þeir eru svona á flakki og stundum ætlum ekki að fara nánar út í þetta með opnana en þannig að þegar ég ekki með opna þá ég mikið bara með pizzastein og grillinu sem að mér finnst skila bara mjög góðum niðurstöðum líka Byrjuðu þið degið sjálfur eða? Nei, ok Af hverju ætti ég að fara að standa í því þegar einhver annar búin að taka þetta og nostra við þetta Og þegar við vorum að tala um barbecue-kóngin og hvernig hann gerir allt frá grunni En ég nefnilega algjör 80% maður Ég dáist að fólki sem 100% Ég verð alltaf bara svona 80% okay. Og læt þá sem fara 100% það að vinna síðust 20% fyrir mig Já, ok, þetta enda góð út af þá getur líka snert á svo mörgu sko. Eða snert á fleiru allavega Barbecue-kóngurinn, hann kann ekki að gera pítsu Ég hef ekki síðan að gera það Nei, hann líka bara 100% í barbecue-unu Nákvæmlega En eins og svona sko þú veist, skyndibita menningin bara eins og svona Mexican street food og allt svoleið svona fast food markaðir út í útlöndum Ertu búin að vera að skoða það eitthvað? Sko, ég verð nú eiginlega bara viðkynna skort á ferðalögum í því sko Ég svona, eftir ég fór að fara reglulega til útlanda þá hefur það í seinni tíð þar ekki með foreldrum mínum að ég var svo fljótlega komin bara í svona fjölskyldufrí sko bara við með ástildið einhverstaðar á einhverju basic hóteli bara og bara við Sundlaugarbakkann og bara verður það bara normið? Ertu ekki pottet með kúta ástildur okay. Þannig að ég hef ekki náð að fara sem að vonandi við gerum meira af þegar við verðum orðin lausari frá barnauppeldi þá förum við lýsa saman því að við höfum mikinn sameiginlegan áhuga á mat en Svo náttúrulega gafst út matreiðslu bók Nákvæmlega sem var mjög skemmtilegt og í samstarfi við matarmenn sem eru til dæmis menn sem mjög gaman að fylgjast með á samfélagsmiðlum. Það er svo gaman að fylgjast með fólki elda. Já. Ég veit ekki hvað þetta er. Ég herma aldrei eftir sko. Og svo meiri segja ótrúlega gaman að fylgjast með fólki hreinlega borða. Nei, nú er gengið þegar að borða og segja eitthvað svona, já, byrju, þetta er svona og svona, ég ekki að segja eitthvað þegar það er setja matin upp sig já. En svona borða eitthvað og dæma
mér finnst það ótrúlega skemmtilegt og ég eiginlega bara fæði svona smá kvíðakast þegar ég veit að, þú veist, kannski svo Ísland í dag eða eitthvað, einhver eldar einhver fyrir eitthvað og þú veist, hérna sjónvarpsgæðin eða gælan stingur í þetta og lætur upp í sig og ég bara, æ nei, nú kemur eitthvað svona bara, þetta er ótrúlega gott og þetta kemst aldrei til skila í gegnum sjónvarpið Já, kannski að þar það orðið svona einmitt þessi upplifun að maður svona, er hann að segja satt eða er hún að segja satt Já, þetta er alltaf eitthvað innslag en kannski í svona chef's table eða eitthvað Já, og þú veist náttúrulega minn maður Guy Fieri Já, hann er náttúrulega líka skyndibita king Já, það var svona það sem ég langaði að gera þegar ég gerði sós og salat þættina Hétu sós og salat? Þeir hétu sós og salat og hérna, en það var náttúrulega típist íslensk sko eitthvað nei, við höfum ekki budget til að fara út á land þannig að bara lengst að sem ég komst var í Keflavík og Selfoss sko. og hérna þannig að það var mjög fyndið hvernig það hendaði nú en þá til dæmis fór ég á hérna hvað heitir aftur hérna á Snorrabrautinni Róthás sem þá var svona tiltölulega nýtt það var svona langt síðan já maður 2013 held ég að þetta sé ok mjögulega, já og ja, það var geggjað þá var hérna Baldur í nokkuð sem hann hafi heiti Baldur yfirgókurinn þar og heiti enn nema hann hafi breytt það má breyta, má skipta skoðun og þannig að hérna hann var einmitt, gera allt frá grunni og þetta með hvernig þau geru kartöflunar og svo ætla að fóð maður í Reykjavík Chips gerum kartöflunar frá grunni þar og Ari Þór Gunnarsson, landslíkokkur gaf okkur uppskriftinnar að hvernig ætti að gera hérna fullkomin franskar og sósinnar og seldum það svo reyndar og nú það verið á einhverju flakki milli eigenda Er það ennþá í gangi? Já, það er ennþá í gangi það verður við ekki búið að taka konsepti svolítið og stúta því sko Var þetta ekki svona belgiska Jú, þetta var svona franskar í svona kón eða í svona keiluboksi sem að voru gerðar á staðnum og frá grunni og að mikil ást og alúð en hérna já, ég ætla ekki að fullera neitt en ég held að það sé ekki þannig lengur Engin ást og engin alúð Mögulega, jú en svona Ég ætla ekki að fá til að segja eitthvað slæmt en já, hún brýst út í formi alls konar vara núna það einhverjir hambúrgarar og konsepti var, við erum bara með franskar við erum bara eins og breyting kallar chipper Já, einmitt hann Helgi sem á forstjóri 66 Norður og eigandi, hann var að tala hann byrjaði með Subway í Danmörku Já, ok og hann var að tala um ástæðan fyrir að hann fekk sérleyfið fyrir Subway í Danmörku en ekki mót frambjóðandinn þannig út að hann hinn vildi selja franskar á Subway og það var bara glemdi því bara, ef þú ætlar að selja franskar þá selur þú ekki Subway það er kannski svona öfugt að því farið bara herru, ef þú vilt selja báta með franskunum mínum þá farðu ekki Reykjavík Subway báðum að fá að vera með en við sem bara, nei, ef þú ætlar að selja Subway hér þá voru að gera það ekstra annars ef þú vilt selja Subway hringbrauð eða stjörnutorki já, höfist til líka það sem við sögum skúli bara ok þá fyrir við bara í smá sangjarn ég hefði nú alveg mátt sleppa að koma hérna herru, eitt sem að vakti svolítið glæður í vélrætplötunni og fætti það bara þegar þú varst að tella upp hérna og sagði kveikjum nýjan eld er náttúrulega rjóminn í Vestló sem að þú varst í eða hvað? Nei, það voru vinniðinir rjóminn var náttúrulega bannaður fyrir fólk sem að ekki veit það var náttúrulega 12.0 svona skólaþátturinn síðan var rjóminn svolítið hliðaþáttur og hann er bara gekk of langt eða ekki? Jú, þeir fóru tóku svona aðra nálgun að þessu, það voru hans grófari en af hverju var hann eftir alveg bannaður, það var eitthvað sem ég gerði var ekki Eyjó vinur minn í rjómanum þá? Ég hef séð þetta allt þetta var allt gefið út á disk og frænka minn sem var í Vestló, hún Ragnarsif hún kom og sýndi mér þetta allt saman og það var líka mjög spennandi út að þetta var bannað og svona sjarminn fóra af 12.0 þannig að það komur einhver sem gerir eitthvað bannað en þess að rjóminn var síðan endurvakinn og þeir keppast að endurgera þín lög já, þeir gerðu allavega 2 já, og voru það ekki fleiri? Þeir gerðu Maður ársins, þeir gerðu Kveikjum nýjan eld í ljósum lógum já. Þannig Kveikjum nýjan eld var Kveikjum IMR já.
og í ljósum logum var síðan eitthvað svona framhald af því og síðan tók næsta nefnd við og þetta var rosalega vinsælt algjörlega og þú veist, hjálpaði mér klálega sko, að því að þú veist, Rjóminn var algjört svona YouTube úlinga sensation dæmi og þú veist, svo var ég að taka mínar útgáfur af þessum lögum og þú veist, fólk var ekkert eitthvað endilega að syngja myndteksta sko, það söng með en það var bara eitthvað hvernig var þetta It's a master the tímanum svo kemur eitthvað allt annað þegar þú tókst ranga ákvörðun fólk fór þangað þegar hann tók ranga ákvörðun að fara yfir í MR en ég var með ég man ekki hvað ég sang en þú tókst alveg vel í þetta menn var að fara bara að remixa þitt lag og love it sko bara ég reyndar fyrst, ég nefnilega hélt ég hef aldrei neitað neinum að gera eitthvað svona sko svo Þormóður sem farin að pródusera svo mikið fyrir herran Hensmér og fleiri góða hann var að rifja það upp með mér að hann hefði ekkert sendt mér skilabóð sem ungu maður og beðið að remixa eitthvað lag sem ég held að veri I don't remember your name eitthvað ég heldur endur ég hafi sagt já, ekkert mál þú eru að, þú veist allar rásirnar og dóti sem þið þurfa að fá að hann þurfti held ég að tala við Óla eða eitthvað að fá það allavega strandaði það var leiðindamál en hann gafst ekki upp og hann í dag stjörnupródusent hann þurfti bara smá mótleið já, það var það sem ég sá en þú ert að segja að hann vildi meina að þú hafi neitað honum já. Og hann vildi bara remixa hann vildi bara remixa greið hann vildi bara reyna betur bæta og þú stóðst í vegi fyrir honum og ég stóði fyrir honum ræðilegt dæmi sko. Gerði hann ekki Huginn lagið eitthvað? Jú Huginn maður, við gerum lag saman núna daginn við erum runni með möllum maður já, ég eftir að gera með hvað, GTRN og ég eftir að gera með og ég eftir að gera með Er það í kortunum þá? Nei, ekki eins og stann við náttúrulega sömdum fyrir hann lag við bræðurnir í tengslu við sýningu Þjóðleikhússins á Shakespeare verður ástfangin já, hvað er ástin? Já. Sömdu þið þetta lag? Já, geggjalag og fleiri vantarlega já, og alla músikin í því leikriti það var mjög gaman þetta er svolítið skemmtilegt bara svona starf sem tónlistamar allt í hennu hafa þetta starf geggjað, ótrúlega gaman sko að fara þar inn Selma Björns var leikstýra og hún alltaf er svona listakona sem er á mörkunum sko. Hún er bæði poppari en hún er líka þú veist bara all in í leikhúsinu og einhver svona dóti sko já. Þannig að hún er ekki virðir kannski ekki þessi mörk sem að oft eru hann á milli hverjir passa inn í hvaða kassa sko. Einmitt. Og tjekkaði okkur og við bara klárir og okkur fannst það mjög gaman og okkur fannst við skila góðu verki en svo var einhver gaggrínandi hann í fréttablaðinu man nú ekki hvað hún heitir sem sagði ekki dreftuði á þessu sinni en mögulega hefur hún einhver tíma skrifað þannig komment því að hún sagði tónlistin í verkinu er í höndum bræðranna Jónssonar og Friðriks Dórs en hún er því miður vonlaus vonlaus ég held hún hafi sagt vonlaus sem er geðveikt eða afleit held ég hún hafi sagt en hún er því miður afleit og þar með var hún búin að afgreiða músíkinni í verkinu með þessari setningu sem að var bara ég elska þetta er samt smá svona sem ég elska sko djöfull finnst mér þetta að fyndi það er góður varnarmerkanismi að bara dyrka þegar fólk hatar það sem voru að gera já, þú veist, mér finnst það er náttúrulega ekkit annað en varnarmerkanismi sko en þetta er alveg æðislega skoðun að hafa en þarna líka sko eru þið tveir fengnir til þess að semja þetta saman eða ekki? Jú. Er það ekkert skrítið? Að bara mæta saman eitthvað, herru, hvernig virkar þetta? Þú semja textan eða lægið? Eða flæðir alveg vel á milli? Það flæðir nokkuð vel sko, ég er meira í textunum þegar við semjum saman eins og við gerum alltaf þjóðutíðalagi líka saman tíma, saman stað og svo þó að Jóna sjálfsögur pitchinn og sama en svo eru laglínur og allt það, við erum báða sterkir í því og höfum svona held ég svona aðeins ólíkan skilning
samt sem áður, þú veist, þannig að oft kemur hann kannski með eitthvað og svo ég veit ekki, það passar oft mjög vel saman sko. Já, og það nefndir þetta þjóðatíðlag nýjasta platan heitir Segir ekki neitt, eða ekki? Jú. Það eru 8 af 10 lögum með yfir 1 milljón spilanir. Já. Og sko nokkur þarna með yfir 2. Já, allavega námönda við 2. Ert þú með bara eina mestu spilun á Spotify í Íslandi, eða? Sko, það eru margir sem eru betur inn í Spotify-leiknum, heldur en ég. Ertu að tala bara betur, þekki þessar tölur betur, eða? Já. Ertu ekki að spá mikið í þessu? Nei, ég er ekki nógu ungur til að vera fastur á það. Nei, ok. En ég veit það samt að í svona einhverju monthly listeners þá ranka ég alltaf nokkuð hátt, já. Er það ekki smá svona gold standardin fyrir? Jú, örugglega. Ég held að Máni, ég ætla þetta bara að fá að checka á því, hann var að segja það í útvarpsþætti sínum, Harmageddon, að hann var eitthvað svona hraun yfir gilsun ykkur og þurfti að samt gefa hann það kredit að hann væri bara með mest spiluðustu tónlistarmönnum á Íslandi, út frá þessum monthly listeners. Já, hann með slatta af monthly listeners. Máni hefur einmitt farið yfir þetta með mér. Já, hann sér þessi mál fyrir þig. Já, ok, þú ert með 68.000 og hann með 44.000. Er ég 68 núna? Já. Ég þarf að fara að gefa út lag. Er þú búin að fara lækkandi? Já, 68 veit ég ekki hvort það sé, það er bara fínt held ég. Ég hef alveg verið herri. Þetta er það sem ég fylgist með sko og veit, þú veist, í minni statistík. Það er þetta monthly. Já. En Spotify er mikilvægasti vettvangurinn fyrir tónlistarmenn að gefa út. Já, klárlega og í dag er það bara þú veist, ég held að sé frekar orðið þannig í dag að nú þekki ég það ekki nákvæmlega og ég er að tala bara út frá minni tilfinningu, þannig að ég ætla ekki að sverja neitt hér, en ég held að sé samt orðið þannig núna, ég meina útvarpið er meira farið að kannski elta Spotify heldur en nokkuð tíman að fólk heyri eitthvað í útvarpinu og skilur hvað minna? Já. Ég held að þú náir fyrst eyrum fólks í gegnum Spotify og útvarpið síðan, heyrðu, fólk er að greinilega hlusta þetta, við þurfum að negla sér spilinu hjá okkur. Já, einmitt. Þó að hitt sé auðvitað líka alveg eitthvað sem gerist, skilur, að þú heyrir eitthvað í útvarpinu og bara, tjekka þessu. Algjörlega. En ert þú ekkert þá að gefa út svona einhvern veginn taktist fyrir Spotify eða þess að veistu hvað við? En svo þessi singlar, veist, ég hugsa alveg, var það ekkert bara taktist hjá þér? Sko, á sín tíma, klárlega, var það taktist að bara hætta að gefa út plötur og það er náttúrulega, veist, ég er náttúrulega fungera bara algjörlega á einhverjum geðþótta sko, veist, ég er bara ég fór bara í fílu að þessi plata seldist ekki, þessi velrætt plata og bara þá bara ger ég ekkert fleiri plötur, nú ger ég bara lag og eitthvað og fór bara í það, þú veist og það, þú veist jú að því leiti nú er þetta taktist svo fór það að virka og þá bara, þetta er klálega máli, skilur. Já, einmitt. Þannig að en núna langar mig sko að gera setja saman kannski einhvern smá hóp af lögum, af því að það nú orðið ansið teygjanlegt í dag hvað þú þarft mörg lög saman í útgáfu til að kalla það plötu, eða þú veist, fólk er að gefa út 4, 6 8, 10, 20, þú veist, það er bara whatever og þannig að núna svona langar mig að það ég finn fyrir einhverju svona lengur löngun í að gera kannski eitthvað svoleiðis næst, gefa út einhvern svona vöndul laga. Já, einmitt. Og er það ekki líka bara smá skemmtilega challenge að búa til eitthvað svona stærra verk heldur en bara 3-4 mínúna? Jú, algjörlega og þú veist ég er ekki viss hvort að það er endilega eitthvað þema eða eitthvað svoleiðis en bara svona já, bara, þú veist, það er líka bara mér langar bara að fara inn í stúdíó, vinna klára eitthvað, ok þetta er klárt, gefa þetta út einhvern veginn en ekki hvað? En ekki einhvern veginn þá er ég að tala fara inn í stúdíó og vinna nokkur lög, veistu hvað ég meina hitt er svolítið svona, það er bara önnur nálgun þegar þú bara klára 1 versus klára fleiri. Ok, alltaf. Þannig þið langar að bara vera með nokkra bolta á lofti hvað var þar fjölda laga?
held að það sé líklega þessi löngun sem að þarna í mér þessi svona löngun mannsins já, ég held það nei, ég veit ekki, þetta bara eitthvað sem ég búin að hugsa já, ég bara fíla, þannig að planið að halda áfram að gefa út já, þú veist, ég með nokkuð lög í vinslu núna og mér finnst mörg aðeim skemmtileg já, Máni hattar þau öll það lofa góðu nei, þannig að já, það er eða einmitt sko, hvort sem það kem allt út á sama tíma, nú er ég bara að hugsa upp á eða hvort að, þú veist, maður væri þá allavega klár með eitthvað og gæti þá farið í eitthvað meira taktíska útgáfu á singlum, skilurðu ok, ég ætla að gefa þennan hérna svo líður að byrja ég gefa þennan eitthvað ble, skilurðu En ertu að vinna þetta með svona mörgum aðlum eða? Þú veist, ég man að þú varst alltaf með Red Lights, eða ekki? Sko, Red Lights gerði lög megnið af lögunum á fyrstu plötunum minni. Já. Svo síðan þá höfum við ekki gert lag saman. Nei. Okay. En Stop It Go tók svolítið við Kindlinum. Já. Og gerðu helmingin af Vél Rætnamóti Óla og hafa síðan alltaf gert, þú veist, Stop It Go og þeir náttúrulega eiga bara ótrúlega mikið líka og Red Lights og allir þessi gaurar eiga mjög mikið í mínum ferli sko og og Stop It Go kannski svona sérstaklega í ljósi þess að þeir semja þetta síðust skipti sem að ég var bara eitthvað rétt svo á kantinum í textagerðinni þar sko Ásgeir og Pálmi semja það lag bara saman, bræðurnir með mig í huga fyrir Eurovision Já, það kemur þannig til Já, fyndið og þannig að og minn ferill skiptist bara algjörlega í fyrir og eftir síðan skipti sko Akkur sér það? Það er bara allt hann skiptist í það sko, hans, hvað segja, hlustendahópurinn stækkaði og var miklu breiðari miklu ólíkari innbyrðis og tónlistin mér finnst ég hafa frelsi í seinni tíð til þess að gera breiðari hvað segja breiðara, hvað segir maður róf, ég get unnið á breiðara rófi í tónlist af því að þú veist, einhverjir eitthvað af þessu hrífur þú veist, húsmæður eitthvað hrífur ungt fólk, eitthvað hrífur rockara, skilur við þannig að út af því að vinsældirnar jökust þá fyrstu meira frelsi? Mér finnst það það er nú, ég hefði haldið að það væri svona öfugt sko, svona counterintuitive að meiri vinsældir að passa sig að gera alltaf það sama en þarna greinilega slóst í gegn með lagi sem var ekki mjög mikið í þínum stíl og það sló svona í gegn að þú bara opnaðir á flóðgátt Já, og líka sko að þarna sló ég gegn með lagi sem þarna og þá kannski opnaðist á það að ég gæti farið að gefa, eftir þetta gaf ég út sko Fröken Reykjavík sem ég sendi 18 ára ég gaf út fyrir fáinum sumrum sem ég sendi þegar ég var 17 eða 18 eða whatever og svona og ég gef út ekki stinga mig af og einhver svona lög sem að eru það er bara ég sem úrlingur veist, það er sástíl sko Þannig þetta er mögulega alltaf verið eitthvað sem þið langar að gefa út mér 100% veist, og mamma var búin að liggja á mér með þetta Fröken Reykjavík atriði bara, þú verður að gefa þetta út en hérna Fröken Reykjavík Friðrik, hvað gefur það ekki út næst? Nei, bara, hún var bara að liggja á mér með þetta í bara 10 ára eða eitthvað en það var ekki einhvern veginn fyrir að mér fannst ég vera farin að vera að þjóna þessum hópi líka þú veist, og þá er líka gaman að þú veist, reyna samt að setja spinna þannig að það fara inn í hinn hópin upprunalega hópin líka veist, allt þetta skilur þannig að já, ég myndi segja að væri svona, hafi komið ákveði frelsi til þess að þú veist, ef mér líði þannig að gera lag eins og bara fyrir fáin sumrum með eitthvað sem er alltaf bara country lag sko þú veist, þú veist, að þá veit ég get, ég held að það hafi verið mest eða næst mest spilað íslenska lagið á bylgjunni það ár fyrir fáinu sumri það var bara algjör bylgja skilur
En skál fyrir þér löngu kom út fyrir í síðasta skiptið eða eitthvað? Nei, skál fyrir þér fyrsta lagi sem ég gef út eftir síðskipti. Ok, já, ég fatt ekki að var ekki að nefna það, en það hefur væntanlega bara komið eins og þrumár heiðskýru aftur fyrir þennan hlustandahóp. Já, nákvæmlega. Þetta svona svolítið þessi brúðkaupslög, eða ekki? Jú, þetta brúðkaupslög maður. Fólk syngur þetta svolítið í kór og svona. Já, nema það er svo ógeðslega fyndið, sko, með skál fyrir þér. Það ekki fyrir rétt í lokin sem ég negli mér eitthvað upp og fer að syngja þetta eitthvað. Fólk heldur alltaf að það sé að fá massa svona öskursöng, hópsöngslag, sko. Svo byrja ég bara og bara fyrstu 3 ár mínútuna bara algjöru dútli. Allir svona einhvern veginn að, hvenær byrjar lagið, skilur. Og þá segi ég maður í lokin að nú ætlum við að fara upp 8 og sé tilvæglega hreinlega rís og fætur og lyfta glösum og syngja með. Einmitt. Geggjað. Já, þetta er svolítið forvitnilegt að Eurovision opni á þetta fyrir bara, öllum keppnum, sko. Já, gerði bara undur fyrir mig að taka þátt í þessari keppni og veistu hvað ég held líka hafi gerst í þessari keppni? Að það voru sko gegnum tíðina hvort sem það var þegar ég var úlingur eða í Vestló og síðan aðeins eldri úlingur í Vestló og hérna og hvað sem ég held og það var til dæmis eins og að þegar við tölum á auð og sveppa þátt það var það sem þeir þoldi ekki við mig var að þeir, fólk einhvern veginn hélt ég væri bara ógeðslega uppfullur af sjálfu mér og bara svona montinn og leðilegur og eitthvað skilur og það getur vel verið ég sé það en ég held samt að ég sé það ekki en það er einhvern veginn fyllt mér í gegnum árin að þetta sé eitthvað svona sem að fólk upplifir frá mér sem ég held að hafa ekkert með mikið annað að gera en að ég er bara hlédragur og pínu feimin sko. Sem að þú veist en samt ég ógeðslega fallegur og þannig að það virkar kannski eins og þetta er gott kombo eins og að ég sé bara haldið ég sé ofallegur fyrir alla hérna eða þú veist ég ímynda mér þessi það að fegurinn spila einhvern veginn inn í og dýft augna minna en hérna gullinsniðið andlit en þannig í Eurovision þú veist þá nær maður það er svo mikil athygli og það eru innslögum mann og það eru viðtöl í keppninni og ég held bara í alvöru að fólk hafi bara kynnst mér skilur smá og að það hafi verið stærsta svona tækifærið fyrir mig að bara fólk sem að var bara búið að ákveða ég bara kynni ekki að syngja nefnum með autotune ég væri bara svona og hins einn skilur að þarna gæti að sé ok, betur hann nú kannski bara ekki alveg svona einmitt, það var bara þessi vettvangur sem opnaði á þetta já. En þarna sko ef við síðan yngjum aðeins upp í hlustendahóp það kunna allar 20-30 stelpur lögiðin utan og kærastinni er líka já. Þú veist, í dag þá, þú veist, ég elska að spila fyrir háskóla nemendur. Geturðu spilað guðdómleg og svona meiri low-key lög sem voru ekki kannski þessi svona Spotify bangerar og fólk syngur með? Ég held ég geti ekki farið bara eitthvað á Oktoberfest háskólans og bara byrja á því á þess að það væri stór hluti sem væri bara byttu nú ég kann þetta nú ekki alveg. Er það? Eða hvað? Ég hef aldrei prófað okay. Því ég met stöðuna þannig að tímanu sem betur var í því að taka hinlögin sem fólk kann pottið og síðan á svona en síðan þegar ég er að halda tónleika sem ég er bara að selja inn fólki til þess að herru hérna ég er að spila og engin annar og ég hef eins mikið tíma og ég bara þarf að þá klálega get ég tekið það og fólk syngur með og kann það sko en ég myndi segja samt, já, það sem ég var að segja var bara að ég elska hennan aldur og sem er hennar þessi háskóla aldur og reyndar alveg langt upp úr sko. Þetta er aðeins orðið erfitt í grunnskólanum hjá kallinum. Það? Já, það er sko þegar ég var í grunnskóla þá var Páll Óskar til dæmis mjög vinsæll. Allt fyrir ástina? Nei, ég er ekki alveg nóg ungur til að það sé eitthvað, en hann var bara stanslös stuð og eitthvað svona, hann var bara svona legend, skiljur. En þannig hann var alveg með grunnskóluna á þeim tíma? Já, hann allavega kom til dæmis í grunnskóla hjá mér, allavega, og þá var eitthvað svona, eða þú veist, hvort sem var hann, eða Jóns í svörtum fötum eða eitthvað, þú veist, svona sjúklega vinsælir á þessum tíma.
og þá allt svona svona stemming svona fólk í grunnskóla svona unglingadeild fuck you fucka þér ég bara lendi í þessu í alvörinni? Já, það bara þykir ekki cool að fíla Frikador. Fékkstu þetta fólk ekki svolítið upp á móti þér þegar þú seldir sálinum til Eurovision? Unga fólkið? Nei, ég segi svona ég meinti þetta ekki. Nei. En það þykir nú ekkert eitthvað að nettast í heima verið 10. bekk og dyrka framlega Íslendinga til Eurovision. Nei, en það hef ég aldrei átt framlega Íslendinga til. Nákvæmlega, ég bara skjóta hérna Mari. Spark í liggjandi mann. Nei, ég veit ekki. En ég segi bara svona, svo í öðrum tilfellum hef ég komið í ég kann bara með það þegar við gerum einhver könnun á meðal nefnda, það oft gert í grunnskólanum og bara, heyrðu, þú varst við viljum fá þig, sjálfsögum mæti ég geggjað og bara gera eins og það bara ógeðslega gaman, ég elskar að spila fyrir grunnskóla líka sko. En það bara þar sem ég lendi í því já ég orðin það eru 10 ár síðan ég gaf út lag sem að allir úlingar landsins elskuðu, skilur. Já, það fylgir þessu maður. Það fylgir fólk bara, það er smá uppreisning í gangi. Já, og ég elska það sko. Þú veist, ég elska að það sé einhver gaur sem að er bara eitthvað fokkaður. Þú veist, mér finnst það æðislegt, skilur. Já, ná svo með þetta krakkana maður. Elsku hjartans engilli minn eftir nokkur ár, þá myndi ekki segja þetta við nokkurn mann, skilur. En bara... Ok, þannig að þetta er sagt við þig? Já, bara eitthvað svona, þú veist, eitthvað já, bara eitthvað og eitthvað svona baulamann og eitthvað svona bara I love it, sko. Já, þú þrífst á þessu. Nei, ég ætla ekki að segja það, en mér finnst það svo fallegt, þú veist, af því að ég var eins núlingur, skilur. Já. Og ég upplýði þessar sömu tilfinningar þó ég hafi aldrei gengið svo langt að baula á nokkurn mann. Nei. Þú hataði Pál Óskar og Jónsi Svörtufitt? Nei, ég elskaði það báða. Upplýði þessar tilfinningar að vera bara ekki alveg viss hvað tilfinning þetta sem ég er með í hjartanum mínu núna, skilur. Já, og það bara örgast að vera á móti öllu. Hvernig ég bregðast við henni? Já. Sá sem þrífst á þessu er náttúrulega Jón bróðir, þú veist, þegar við höfum stundum verið einhvers staðar og einhver í svona sérstaklega, þá er bara, ég get bara ég kemst ekki heim fyrir hann er búin að ná þessu liði á sitt band, sko. Já, meinar þess að þetta er challenge-ið, bara þetta fólk bara, verður að... Ok, ég ætla að ná þessu gaur og við verðum á sviðinu þá til það text. Það gæti verið trekt, geti ég myndað mér. Jöfull er það svona gott. Það er æðislegt, sko. Og það text í 100% tilfella, sko. En eru að tala um að bara þið fara út í bíl og hann bara tali specifíkli þennan gæja sem hann var ekki að ná á band? Já. Og þú tekur alveg eftir þessu þegar þú eru bara sviðin? Já, ég. Og þetta er æðislegt, sko. Fylgjast með þessu. Já. Af því að hann endar sem sigurveri, sko. Já. Eins og þið bræðir eru? Við erum sigurverar maður. Það er bara svo leys. Það verður ekki tekið frá okkur. Nei. Herðu, Friðrik, þetta er ekki bara komið fint hjá okkur. Þannig að föstudagsmorgunin. Klukkan að detti 7:50. Já, maður þarf að fara. Gera eitt, mjög merkilegt. Það er hádegismaturinn. Það er hádegismaturinn, ég er að bara undirbúa hann. Í hvað lúgu ertu að fara? Heyrðu, ætti ég að fara í lúgu? Nei, er það ekki það sem þú gerir það? Skemmti þetta kongurinn. Jú, ég meina, ef ég fyrir í lúgu þá er það bara klassísku KFC eða eitthvað. Já, það? Já, svona sem lúga þá er það KFC hjá mér. Ég er ekki mikið í lúgum, sko. Þeir eru með góða lúgu, sko. Geggja lúgu. Snýst þarna og réttir hann út og... Náttúrulega konum með snertilausar greiðslur. Já, voru náttúrulega alltaf með litlu skálina þar sem þú tókst klingið upp úr. Já, æðislegt koncept. Já. Hvað er best á KFC? Best á KFC? Ég fyrir nokkrum árum þegar ég var meira á KFC, ég hef minkað mjög mikið, þá tók ég gjarnan einn twister, singer twister og boxmaster. Nei, og fór þá í KFC Hafnarfirði sem er minn heima staður og að því að það er líka Taco Bell þá fæði mér eina quesadilla með. Ok, twister og quesadilla. Singer. Right there. Herru, þetta er bara frábær lokaorð, bara
Tvistur og Kassi D og ég bara þakka ekki kærlega fyrir að koma hérna í spjall fyrir ykkur, einstaklega gaman að tala við þig og hérna bara gangið vel með framhaldi. Svo geggjaðum loka þessu á hana úlingahatrinu. Ég hendi fyrir viltu taka eitthvað tilbaka? Nei, ég vil bara segja að ég þakklátur fyrir líf mitt. Það er mikilvægt. Það eru lokaorð sem að ég sátt við. Og verið þakklátt sömuleiðis, kæru hlustendur. Friðrik Dór, takk fyrir. Græt.